Komið heil og sæl og verið velkomin í, þáttum með 221 eitthvað að Chessa Dark, Birkir Karl. Já, góða kvöldi, góðan daginn, þáttur 223. Já, það heldur betur talan. Heldur betur. Og alveg gestur í kvöld, það Jökull Elisabethsson, þjálfari Stjörnunnar og var auðvitað líka hörkuspilari sem leikmaður sjálfur og Blika legend, hluta af liðinu sem sildi fyrsta Íslandsmeistaratitli Blika í hús. Rétt, fyrst og fremst þekktu fyrir það. Sko, áður en við komum betur að gesturum, að langaði mig rétt að minna á Autocenter. Já. Og fyrir þá sem ekki vita, sem hljótur að vera fáir. Já, en það einhverja núti, ótrúlega sett. Þá eru þeir 5 stjörnu votta testlaverkstæði og þar færðu tjónaskoðun, þeir að kostnaðarlausu og þeir skipta rúður og það á öllum tegundum bíla. Þá Serhæfið sig að sjálfsög í Teslunni og svo það Serrano og fyrir ykkur hann úti sem að að spara skildingin en verið borðaholt þá það að sjálfsög Burrito After Dark 20%. 20% af takk fyrir á serrano.is. Þá ertu bara detta undir 2000 kallinn fyrir máltíð sem sko alveg stút full af makrós. Það gerist ekkert mikið betur en það. Ný. Fyrir íþróttafólki að núti sem að hlusta á hann Jökull en það komið að gæsti kvöldsins. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér. Já, okkar heiður. Byrjum á því bara, hvernig liggur á þér? Bara mjög vel, búin að vera góðu vetur og maður bara peppaður og í góðan gýr. Styttist í þetta? Já, maður svona passa sig að blikki ekki tvisvar því að þá mótið bara byrjað og þannig að góðar svona rúmlega 4 vikur í mót þannig að það bara allt á fullu. Sko viðbjóðslegt veður úti, það að æfa innið úti? Við erum búin að vera rosalega mikið inni í vetur. Það geði gráðstöð. Já, og við erum búin að vera 4 sinnum í viku inni og 1 sinni úti. Já. Þannig að erum búin að spila kannski full mikið inni. Já. Þurfum að fara að taka leikina út og eigum vonandi, og ég treysti því að við eigum KR úti helgina, utan dyra. En það breytir miklu að vera með húsið bara þegar okkur hendar og breytir bara æfingunum. Já, trúið því. Glæsilega staður Stjörnunni, má hrósa Garðabæ fyrir að hörkuflott. Já, mjög flott. Hvernig stendur á hópnum? Það mjög gott. Menn hafa verið bara heilir nánast allur hópurinn bara í vetur fyrir utan þá sem voru bara svona ná sér eftir síðasta sumar og síðasta ár. Aðrir hafa bara hópurinn bara verið heill og við höfum verið bara með 25 til 28 útileikmenn nánast okkur einustu æfingu. Já. Sem helviti mikið en það erfitt að kvarta yfir því það bara allir heilir og það samt verið að taka helviti vel á við mikið að sprettæfingum og vorum með það í fyrra líka, við erum með rosalega öfluga sprettþjálfara og ég held reyndar að það sé stór þáttur í því að við erum með lítið að meðslu núna. Það sé að skila sér, þannig að já, standið bara mjög gott. Já, engin Evrópa í ár, sko, hvernig þetta ekki allt og stór hópur? Þetta ekki það margir leikir á sumri? Nú spyrjum við Chelsea menn. Já. Okkar 70 manna hóp. Sko, það auðvitað trikki og einhverjir Breki Baxter var að fara lán til Eyja, þannig að það voru mjög spennandi að sjá hann þar og ég held að eftir að fara mikið fyrir honum það munu einhverjir aðrir fara á lán þannig að hópurinn mun minnka sennilega í svona 21 útileikmann cirka og það eru 16 í hóp og ef allir heilir að þá eru þó nokkur fyrir utan hóp og það ljóst við munum ekki detta í svona prógram þar sem við þurfum að dreifa álaginu, ekki þannig þannig að það mun reyna alveg tölvöld mikið á hópinn hvað það varðar og það er svona sérstaklega kannski á miðjunni og í kantstöðunum, þar mun reyna svolítið á menn en maður horfir til lengri tíma og svona treystir því að við verðum kannski undir meira álagi bara árið eftir. Já, einmitt. Búið að loka bundinni? Ertu búin að loka hópnum? Það að vera eitthvað fleiri viðbætur? Já, ekki vona á því sko en þú veist það aldrei eitthvað ég held að við tökum aldrei ákvörðun að loka eða eitthvað svoleið sko en við erum þú veist ég hef alltaf verið mjög erfiður með hverja við tökum inn og ef við tökum inn mann þá það varnarmaður
þar sem að Heiðar Ægis sleit krossband þannig að gætum alveg þurft að skoða það við erum svona kannski þunnir í öftustu línu ef við stimplum eitthvað stöðuheiti á menn en við erum með marga sem að búa yfir mjög öflugum eiginleikum til að spila í vörninni hvort sem hafsend eða bakvörður þannig að ég hef ekkert stóra ágjör að því en það væri svona ef eitthvað fullkomið dettur inn sem að hendar og ítir liðinu lengra þá myndum við skoða Já, klart Það verður gaman, ég hvet sem flesta til þess að kíkja í Frostaskjólið og sjá hvað var stjörnuna það verður gaman að sjá Hann verður undir á Samsung Hann verður á Samsung Fólk þarf að mæta vel klætt Já, fristi kistal Líst vel að það Áður við vindum okkur í þáttinn sjálfan þá þetta risa tilkynning Risa tilkynning og kannski fyllin í herberginu sem það að ávarpa Kalda stúdíóið Velkomin í Kalda stúdíóið, kæru hlustundur Kaldi trippel, kaldi lager sem að ef að ég tel rétt og ég ger það nú ekki alltaf held ég kaloríu minnst í bjórun per 100 millilitra Já, ég að drekka kalda light, hann einhverjar solid mínus kaloríur Já, ég held bara brennir kaloríu að drekka þetta Já, 5 köttast En kaldi IPA, ég tek eftir sérstaklega hvað bragðið var Hann er ekki fyrir alla, hann sterkur en hann sá besti Ég ekki IPA maður persónulega, þessi rosalega Við bjóðum kalda auðvitað velkomin í fjölskylduna En Jökull, byrjum á því nýja reglan í fótboltanum þessi 8 sekúndna regla Já, spennandi Hvernig lýsir á þetta? Bara fáránlega vel En það verður trikki ég las þarna einhvern sem var að skrifa hérna út í Englandi held ég sem að tala að það verður hjólað í allt saman ef að þetta verður mun ráða úrslitum og ég alveg sammála því ég held að geti fært neikvæða athygli að dómurunum sem að ég held að vanti ekki en það að hraða leiknum ég myndi fagna því sko, ég held að vera bara algjörlega það verið frábært ég held að það alveg orðið mikið það er svo þreytt markmenn hoppa upp sko lenda og svo allir að halda bolti sér fyrir leik en þá hann alltaf lagstur sko þannig að ég myndi fagna því en hérna ég held að geta orðið trikki í framkvæmd og bara spenntur að sjá hvernig það kemur og vonandi verður þetta bara einleitt núna strax í sumar og það fer allt í há og loft Sko, ég hef hort á ansi marga fótboltaleiki ég hef aldrei séð 6 sekúndur regluna það sem ákom ópen aukaspinna, ég hef aldrei séð það gerast Fyrir þá sem ekki vita, nýja reglan sem ef að markmann heldur á boltanum lengur en 8 sekúndur þá dæmt hotspinna fyrir andstæðingana Já, en í það verður þess að 6 sekúndur Nei, en ég að segja að þú veist ég hef aldrei séð þá, samt að ég séð markmenn 17.000 miljón sinnum haldið að boltan lengur í 6 sekúndur, þannig að ég velti fyrir mig hvort að þetta sé að vera breyting Hefur einhvern tíma séð það, Jökull? Sko, ég held bara að ópen aukaspinna eftir 6 sekúndur bara svo rosalega refsing að ég held að það var svona kannski óraunhæft bara að setja það inn en þú veist að lið fær kannski á sig eða fær mörg hotn á sig þá er kannski að fá 15 hotn plus á sig og alltaf lægi að fá á sig 1 hotn í viðbót sko. Þannig að ég held að menn myndu mögulega fylgja svo eftir en vandamáli verður að það verður dæmt eftir 9 sekundur en ekki eftir 10 sekundur þannig að hvert einasta moment þarf að vera spot on Verður þú mættið með skeiðklukkuna? Við verum mættið með allt saman Þú veist, við verum öruglega með counter upp á skjánum hjá okkur þannig að en það kemur stemning með líka stúkan telur og það var svona alls konar í kringum þetta en já, ég held að þetta verður skemmtilegt og krassandi Já Stutt, sko, fyrst við vorum að tala skeiðklukkuna ég hef alltaf gaman að dressuna á þjálfurum og hliðalinni Ertu að vinna með mismunandi dress eftir tilefni eða eitthvað go-to? Nei, í leikjum ég bara alltaf í æfingagalunum Alltaf í æfingagalunum? Ég tvissunum mætti í hérna ég var að fara helviti mikið út fyrir bóksi sko. Þá mætti ég mætingagalunum buxum og svartri peysu Það eru 1-2 skiptin sem ég hef ekki verið bara í æfingagalunum þannig að ég held mig við hann Já, kemur þið dyrna svona klæður? Já, sjálfsögðu Annað í deglunni óskum Guðrúnu Hafsteinsdóttur til það mikið með formannskjörið síðasti gestur tilviljun, ég trúi ekki að þær tollastri í gangi og hlutabréfamarkaðir já þeir eru í ruglinu sko, en við ætlum að einbeita okkur á boltanum kvöldu ykkur hvernig líst þér á það? Líst mjög vel á það Getum alveg tekið hitleika þú vilt Aðstoðarþjálfari staðar Já, tengur dóttir marga sendar þetta Já, við erum að taka það sko, fréttvarandi Björn Berg sem var aðstoðarþjálfarinn og
gæsalagt ber opnast Björn sagði rekin vegna utanfarar í stóramæli mömmu. Akkur leftu Björn Berg fara? Ég náttúrulega kannski orðað ekki þannig að ég hafi látið hann fara. Ég held að kannski bara trikk í mál og ég hafði engan áhuga á því að missa Bjössa í fyrsta lagi og mér finnst að Bjössi bara geggjaður og á alveg eins vonaði að við vinnum saman aftur seinna og það fannst gott að vinna Bjössa og þetta bara alvöru gæi þannig að óbúslega vel gefinn og traustur og þannig en það bara svona, veit ekki hvað ég vil fara mikið út í svona samtöl sem að við áttum en já, þetta svona þú veist, við vorum með samkomulag og ræddum hlutina bara opinskátt áður við fórum að staðinn í þetta prísisson og það í raun og veru bara hélt það sem við ræddum og það endaði eins og endaði og bara ég held að báðir aðilar ég og hann hefur bara verið svona svektir með þá niðurstöðu þannig að just, ég held að hann hef ekki viljað hætta og ég vildi ekki missa hann en það svona þú veist já, var bara þannig þú veist, við vorum búin að taka samtöl ákveðna hluti og eitthvað þessu hefur komið út og ég ætla ekki að fara meir út í það en bara já, ég vona hann helli sér einhvern tímann all-in út í þjálfun aftur og held hann geti orðið heldur öflugur. Já, þú kannski leiðir þetta með að því að ástæðan fyrir að spyrja maður þessu það eru mjög margir sem að komu til okkar og bá okkur að spyrja að þessu og svona aðeins að íta í þig, sko, að því að mér finnst kannski að þjóðin hefur kannski bara fengið að heyra aðra hliðina á þessari sögu, sko, þannig að mér finnst kannski að vantar eitthvað í söguna sem svona kannski bara fínt að, ef þú hefur áhugað í að leyfa þér að svara fyrir það, sko, en kannski hefur ekki áhugað. Nei, ég hef mestan áhuga á að bara það sem að ég og Bjössi ræðum er á milli okkar og ber mikla virðingu fyrir honum og þykir vænt hann og eins og segi, þú veist hefði ekki viljað að þetta myndi enda svona þannig að ég hef ekkert mikla þörf á því að okkar samtöl séu úti, mér finnst allt í lagi ég þoli alveg að þú veist, menn búið til fyrirsagnir og búið sér til auglýsingatekjur á kostnað þess að hann hafi ekki verið áfram hjá okkur, sko, það bara í góðu lagi mínuna, sko, þannig að ég held að fer ekki dýpra í það, þetta var eins og þetta var og það bara leitt hvernig fór. Já, algjörlega, bara vel svarað bæði við þetta breytist í drottningavital eftir smá, sko, við byrjum að vera harðir og svo byrjum að brjóta hann og svo byggjum við hann upp Ertu búin að finna nýjan aðstæðuþjálfara? Hann bognaði ekki einu sinni. Nei. Sko, já, ég svona fekk Þór sem að var styrtar og fitnessþjálfari hjá okkur og kom inn á sama tíma og ég inn í Stjörnuna hann var síðan fór út í doktorsnám í því til Spánar, þannig að fekk hann aftur heim og það svona bara staðan í dag, við erum með hann og við erum með helviti öflugt teimi, sko, og ég veit að menn er alltaf að horfa rosalega í einhver titil á mönnum, sko, og hvað gerir þess og hvað gerir hinn og þú veist, og ég hef heyrt allt saman, ég þurfi gamla skóla með mér og ég þurfi einhvern meiri nýju skóla, ég þarf einhvern trúð og ég þarf einhvern alvarlegan og ég þarf einhvern sem tala mikið, einhvern sem tala lítið og þú veist, ég hef heyrt allt, sko, og ég held að við séum með bara fáránlega öflugt teimi, við erum með Þór sem er náttúrulega bara mjög öflugur, við erum með Hákon sem er svona leikrandi og hann er ungur, 22 ára árinu og kemur frá Val og ég bara, það er ekki margir sem ég hef hitt sem að hafa betri tilfinningu fyrir fótbolta en hann og bara leiknum og því sem er í gangi, þannig að Ræko sem er einn öflugasti markmannstjálfarinn og þeir sem þekkja Ræko, þeir vita hvað er að tala þannig að svo erum við með sprettþjálfarna Boga og Hemma og þeir eru bara fremstir í sínu fæi, þannig að þeir sjá styrk og spretti erum við spretta einhver tvisar í viku og við erum með núna, þetta er annar veturinn svo erum við með finskan gæja sem er í fullu starfi hjá Midtjylland sem að vinna með okkur líka
þannig að Hvað gerir hann? hann okkur svona innan handarvarandi bara öðruvísi greiningu á svona líkamlegu gögnunum sko og við horfum á gögn út frá öðrum sjónarhornum með honum sem að ekkert margir að gera og fundum með honum bara mjög reglulega og förum yfir bara einstaka æfingar, prógramið framundan, skipuleggjum út frá því, þannig að hann var mjög lengi nokkur ár hjá Helsinki þegar þeir byrjuðu að vinna deildina unnu 4 ára röð og fór í riðlakeppni í Conference og Europa League komin í fullt starf hjá Midtjylland og þar titlar held ég Head of Performance Head of Sport Science fyrir ekki þannig að þú veist þetta allt einhvers konar aðstofþjálfarar eða þjálfarar eða þú veist við erum bara eins og ég lefi mér að horfa á það bara öflugt teymi. Já, lítill fugl kvísla okkar fyrir þátt að þú reynda að fá Finn Orra Margeirsson í teymi, eitthvað til í því? Nei, það ekki til í því. Þessi fugl reikin. En bara finnur þetta bara góðu vinnur og mikla mætur á honum og hlakka til að sjá hvað hann gerir ef hann fer út í þjálfun. Já. Þannig að þú ert bara sáttur með þitt teymi, þetta alvöru teymi. Hörku teymi? Já. Það eitthvað sem að þú lagðir áherslu á þegar þú komst inn? Hefur það tekið miklu stakkarskiptum síðan þú tókst við stjórnarteymunum? Teymið? Þór náttúrulega kom bara á sama tíma þannig að það var ég hafði ekkert með það að gera. Hákon var gæi sem að ég lagði mjög miklu áherslu á að fá inn og Niklas ég vildi fá hann inn líka og það bara svona æxlaði svolítið. Ég sá fyrirlestur hjá honum og hafði bara samband við hann og upp úr því svona hóst samstarf og við fengum hann með okkur og Hemm og Bogi þú veist, þar hafði ég bara hugsað út í þú veist, hef mikinn áhuga bara á bara hvernig við getum bara ítt okkur lengra með hvaða hætti sem og maður veltir alveg fyrir sér og stútir að hver munur okkur og liðum erlendis og það náttúrulega bara hraði og snerpa einn stærsti þátturinn þannig að þá bara held ég sterkt að fá Hemm og Boga með okkur þannig að það þú veist, eitthvað af þessu bara eitthvað sem ég hef lagt mikla áherslu á og annað eitthvað sem kannski var komið fyrir. Já. Góði stjórnendur við að sér, góði fólki Orka náttúrunar og appið. Gott fólk þar, já, góði stjórnendur sem búin að við að sér góði fólki og teymi, wow. Heimalhæðsla eða hraðhæðsla? Bæði betra segja einhverju, hvoru tveggja og einn græjar það og appið sem við leiðis ekkert smá notendavænt. Og einn vilja færa okkur yfir í þína innkomi í stjórnuna. Haustið 2021 þegar King Gústi Gylfa látin taka föggur sínar og þú tekur við stjórninni fyrir ekki, það færið inn sem aðstofþjálfari á þessum tíma og þá varstu búin að vera með augnablik í einhver ár. Var þetta auðvelt, já, eða erfitt að segja nei við kóngin og projektið í Garabæn? Ég náttúrulega byrjaði á að segja nei. Jæja. Ok. Og hafnaði því. Á sama svipuðum tíma eða eitthvað fyrir? Já, bara á sama tíma og mér langaði að vera áfram með augnablik og bara í grunninn bara lojal og ef ég í einhverju sem ég trú á að þá langar mig að taka það lengra. Ég hugsaði samt alveg eftir að ég neitaði þessu að sennilega eitthvað svona, þú veist, lógisk skref fyrir mig að taka á þessum tímapunkti og ég segi bara þá sem að betur fyrir þá hringdi hann aftur og pressa eins og bað mig að koma aftur og hitta hann og Tóta Örlygs og þá var ég alveg, þú veist, þá vissi ég alveg að þetta væri eitthvað sem að ég myndi vilja gera þannig að þá var ég búinn að hugsa þetta og eftir það var þetta ekkit erfitt. Maður náttúrulega Kópavoginni sjálfur, maður var búinn að heyra mjög góða hluti Jökul í Kópavoginum í augnablik en maður velti samt fyrir sér að maður horfið kannski blákalt á þetta. Gústi Gylfa kannski ekki þekktur fyrir að þekkja neðri deildirnar út og inn. Veistu hvernig æxlaðist hann að headhuntaði þig? Já, ég held að ég hafi nú verið einhvers staðar neðarlega í röðinni sko þannig að og ég held að hann hafi alveg reynt að fá aðra kannski svona með stærra CV og öflugri pappír á undan mér og einn af þeim
hafði unnið með mér og benti á mig, þannig að hann ekki flóknar það. Nei, hvað meistari var það? Palli Einars. Já, kóngurinn sjálfur. Já. Hvernig var að vinna með Gústa Gylfa? Bara mjög gaman og áhugavert sko. Já. Bara, og hann er bara frábær. Bara ofboðslega svona, það lýsir honum best sko, bara við erum kannski að labba út á æfingu og þá er hann að tjekki síman sko, að því að strákurinn hans var að hlaupa mikið. Já. Og var að keppa í einhver hlaupi og hann var alltaf með fókus á fjölskylduna. Já. Sem er bara skiptir mestu máli og svona já, bara lojal og trúr sínu fólki sko. Ég held að það sé svona mesta hrósi ég get gefa honum. Hann er góður þjálfari, þannig að það var bara áhugaður tími. Hann var örugglega líka að tjekka símanum sínum að því að hann var að stútfylla bankabókinu í Origo sko, hann er bara besti sölumæður landsins sko. Talandum slúðusögur og podcast og okkar, mikil umræða þessum tíma að þegar ekki náðu vel saman, hann var í gamli skólinn, þú er í nýji skólinn og allt það fram til göttunum, allt sem þú hefur heyrt áður. Var eitthvað til í því? Voruð þið mikið ósammála? Já, við vorum alveg slatta ósammála og ég get alveg verið hreinskilinn með það. Ég held að hann myndi alveg segja það sama en ég held að ég get ekki kannski tekið undir að við höfum ekki geta unnið vel saman. Ég held að við bara tókust á hlutina og það var og það var bara mikið rætt og mikið farið yfir og rökrætt og svona challenge sko. Þannig að sem er held ég bara heldur sterkt. Já, þú talaður teimið á hans sem þú varst svona að byggja í Stjörnunni núna. Sko, teimið sem þú er búin að byggja núna, þú veist, vill maður vera með jámenn með sér eða vill maður hafa eitthvað sem er algjörlega devil's advocate, sko? Þá spyr ég, sko, ertu að gefa í skyn að séu allir jámenn? Nei, ég er að spyrja bara hvernig maður vill að samsendingin sé á teiminu. Já, ok. Bara í drauma heimi. Maður heyrir alls konar, en Nei, ég held að þú hljótir að vilja bara menn og fólk með gagnrýna hugsun og hvort sem að það er í teiminu eða leikmenn eða jafnvel bara einhverjir sem að þú getur kallað þína yfirmenn sko. Þannig að ég held að það hljóti að vera það sem að maður vilji. Já. En þannig að þú myndir ekki segja að þetta hafi verið blásið upp í fjölmiðla, það var bara mikið talað um að þetta væri bara, stóð ekki steinni við steini þarna og þeir voru rífast eins og hundur og köttur þarna, þeir voru alveg góðir. Já, það var auðvitað var þetta blásið upp, þú veist, ég held að það var ekki þetta rífist, þú veist, það var bara tókumst á og þú veist, vorum að fara yfir hluti og ég held að, þú veist, hvort þú kallar að gamli skólinn og nýji skólinn eða eitthvað annað, þá auðvitað það voru við ósammálu margt og það er allt í lagi, þú veist, það er bara þannig er þetta og ég held að sé erfitt að finna tvo menn sem eru bara sammála allt þannig að eða einu sinni bara sammála mjög margt þannig að og ég held að þegar þú sér það þá sérðu þá menn heldur lengi saman og það við sjáum alveg dæmið það. Já. Algjörlega. Ég las gott viðtalið í undirbúningi fyrir þáttinn það sem að hann er látinn fara í lok maí árið 23 og þú fær starfið og þú spurði hvort að þið báðir eða bera ábyrgð eða hvernig það er og þú svarar ég veit ekki hver á að axla ábyrgð hvort að þú ert að gera með honum ekki var þetta af því að þó þið voru af því að eins og við segir Gústi Gylfa bara topp náungi og allt og hann er látinn fara og það er alltaf leiðilegt þegar samstörf virki ekki þurftur að hugsa lengi þegar að stjórnin vildi fá þig í aðalþjálfara ekki eða bara láta hann fara? Nei, ég þurfti ekki að gera það. Ég skil alveg fólk sem að, þú veist, finnst að bara þess vegna teimið eigi alltaf bera ábyrgð og skil það alveg og ég fekk stórt hlutverk hjá Gústa þannig að og er þakkláttur fyrir það og fekk að bara fekk bara gera heldur margt og en veist, ég er ekki með svari við þessu sko. ég bara átta mikið veist, ég veit ekki hvað er rétt en fyrir mér var ekkert þegar mér er boðið í starfi þá finnst mér ekkert
veist, það er ekkert eitthvað svona sem að ég þurfti að hafna. Nei. Og þú kannski vissir líka bara, þú veist að því að aftur þið voru teim, en þú veist aðstöðuþjálfari og ég meina við förum betur yfir það setna í þettunum, en þú náttúrulega nær frábæra málangræftur og tekur við honum, þú er búin að standa mjög vel, þú kannski vissir hvað þyrft að gera til að ná liðun aftur í gang. Já, ég hafði mjög góða hugmyndu það sko, þannig og svo þú veist ef ég hugsa fyrir sjálfan mig ef ég væri í þeirri stöðu að vera látið fara sem aðalþjálfari að þá myndi ég alltaf hugsa ef það er einhver annar þjálfari í teiminu sem að fær sko boðum að taka við fyrir mér er það nóbrennir bara sjálfsögur gera það bara, og myndi aldrei líta á það sem eitthvað að fara á, ég veit ekki með hvað hætti ég ætti einu svona að byrja að gagnrýna sko. Þannig að þú veist, það er bara tækifæri fyrir viðkomandi aðila og þannig að ég sá það ekki þannig að ég sá það ekki öðruvísi en að þetta væri bara tækifæri og ég myndi taka það sko. Já, tekum við eftir 6 umferðir og þá liði smá brekku bara í fallseti með 3 stig eftir 6 leiki. Svo fer heldur betur allt í gang. Jólurinn segir 43 stig í 21 leik sem er rúmlega 2 stig í leik. Hvað hvað takka eittur á? Hvað takka eittur? Það er frá spurning. Sko, þetta er nú svolítið skemmtilegt sko, af því að á þeim tíma að því að þú talar takkan og það fór allt í gang að umræðan sko meiri hlutan af þessum tíma var hvað við værum óstabilir og umræðan var óstabilir og lélegir minnum með á útivelli og eitthvað svona og það var spurt bara til annarkvæmt leik bara hvort að það gengi upp eða ég man ekki hvernig það var orðað það var alltaf umræðin og spurningar af hverju væri svona óstabilir þannig að eftir sísona þá þetta kannski sér fólk að þetta var augljóslega kannski eftir á alltaf á leiðinu upp á við og það var það sem að við sem hópurinn auðvitað horfðum rosalega mikið í bara við sáum hvað var að gerast inn á vellinu í hverjum leik óháði hvernig úrslitin kannski duttu hverju sinni en ég, þú veist, hvað gerðum við svona settum ákveðin prinsip og ákveðin svona standard kannski bara best að tala um það þannig þú veist fórum yfir ákveðin gildi sem að vildum að myndu einkenna lið og það var bara að gefa liðinu lofur að þeir sem að svona myndu vinna á þeim nótum myndu spila og þeir sem að treystu sér ekki til þess myndu bara ekkert issue bara en myndu spila minna þannig að en liðið var bara óbúslega samheldið og fór mjög sterkt bara í þá átt og svo bara rosalega mikil vinna alltaf á milli hvers leiks. Já. Hversu mikið gaf þér það að byrja á svona miklum krafti að því að aftur ég veit að þú hefur bilað að trúa sjálfur þér en það búin að standa þig vel en að því að umræðan hefði verið fljót ef þú hefði tapað fyrstu 3, 4, 5 leikjunum bara hvað er það að fá okkur gæði sem bara búin að þjálfa augnablik en þú fekk strax bara momentum bara ég er bara þessu leveli og rúmlega það. Já, ég hafði mikla trú sko. Já. Þannig að og ég er yfirleitt jákvæður og bjartsýnn sko svona á framtíðina eða framhaldið eða hvað það er og þannig að ef maður hefði dottið í eitthvað svoleiðis þá held ég að það geti líka bara smita út í hópinn sko þannig að ég held að það hefði ekki verið gott að fara veltaði fyrir sig hvað ef eitthvað fer illa og bara pæli aldrei í því sko. Þannig að ég held alltaf að við séum að fara inn í leik sem bara sterkara liðið og séum með betra gameplan og ættum bara að vinna leikinn sko. Tímabili í ár endi í 4. sæti rétt utan Evrópusætis og endi með 42 stig í 27 leikjum. Var þetta vonbrigða ár eða? Nei, það held ég ekki. Nei. Ég held að
komið pressa á okkur, þú ert búin að stilla upp alvöru liði þarna, ekki kannski sækja dýra leikmenn en bara mindsetið og annað, það bara að byrja að líta Stjörnuna aftur sem stórt lið af því að 23 gekk svo vel, kannski gekk ofvel eða þú veist Nei, ég held ekki, ég held að það margt í því sko, ég held að við fórum ansi geistum veturinn og fórum hátt og höfðum mikla trú ég held að lærdómurinn af þessu tímabili hafi verið svo gigantískur, hann var það fyrir mig og held ég fyrir liðið að ég held að það sá lærdómur verður bara grunnurinn að einhverju stærra sko, þannig að ég er rosalega ánægður og bara þakkláttur fyrir það ár. Ég held að líka bara stuðning sem ég fekk frá stjórn og fólki í félaginu þegar það gekk illa á tímabili, það kemur 5 leikja lota þar sem að við töpum 4 og við fáum okkur fleiri mörk í þessum 5 leikjum en hina 21 leikin sko 23 Shit. og þannig að þetta var mjög mikið upp og niður og en svo endur við að spila stórkostlegan fótbolta í lokin síðustu 5 leikinir úrslitakeppni þó svo að úrslitin hafi ekki dottið þá við vorum outstanding það er bara, ef maður horfir á leikina og horfir á spili, horfir á svona taktin í liðinu bara geðveikt að horfa þannig að mér fannst við enda aftur mjög vel og förum eftir mjög erfitt sísón þar sem væntingarnar okkar bara sem hóps voru mjög miklar að þá förum við aftur inn í svona lok tímabils og prísísón þar sem við erum svona bara hlökkum til að byrja aftur þannig að það er ofboðslega margt í þessu sísóni sem að er hægt að rýna í og skoða og læra og taka á en já, erfitt með að taka sem vonbrigð, þú veist, auðvitað svekkjandi fyrir þetta lið að vera ekki Evrópukeppni. Mér finnst bara að þetta lið eigi að vera Evrópukeppni. Ég hef mikla trú á þessu liði og þessum hóp. Þannig að, en það bara kemur. Já. Kemur, já, klart mál. Ég fæ kannski að spyrja að vera smá grófur hérna. Grófur. Sko, þarna, þið sækir samt færri stig heldur að þú gerir sko tímabila undan, það sem að þú færir 6 leikjum minna. Hvað var að virka 23 sem virkaði ekki 24? Eða hvað var munurinn að leiðunum eða kannski það kannski einfaldasta þetta ég veit ekki hvað vilt fá langt svar sko, en einfaldasta held ég sé bara ég held að við höfum gert meiri kröfur til okkar 23 og ég held að þegar við byrjum að gera meiri kröfur til okkar 24 þá réttu við ansi hratt úr þessu hjá okkur þannig að og það er mjög ábyrrandi hvenær það gerist og þannig að ég held að og það er, þú veist, einn lærdómurinn sko, bara hvað það er sem að gera okkur að því sem við erum og að við höldum svolítið þétt utan það. Já, en svara. Við færum okkur í tímabili árs í boði Dokovit, rafrænar undirritanir gerðar á einfaldan hátt. Veistu hverju komst það? Hverju? Það er ókipis, þú vilt prófa að byrja bara prófa að senda, ég ætla bara að senda á Jökul handritaða sem þetta hann undirritar þetta rafrænt, kostar ekki krónu einfalt, þægilegt ekki einu sinni pappír ókipis en tímabili ár, þeir eru heldur betur búin að vera duglegir á leikmannamarkanum í vetur Samuel Kári, Benedikt Varen, Þorri Mar Alex Þór Hauksson, Andri Rúnar Guðmundur Baldun og fleiri góðir verður ekki bara að krafa báða titla Garabænum í ár annað vonbrigði Já sko, jú við erum búin að sækja marga góða leikmenn við mistum og höfum mist marga leikmenn bæði 23 mistum við öfluga leikmenn og 24 mistum Eggert eftir 23 til dæmis, mistum Ísak á tímabilinu Guðmundur Baldur þetta líka en er komin aftur maður skjótinni, það er kannski munur líka 23 og 4 liðinu eitt stykki Eggert Aron Já, það munar hann eins og aðra og eftir 24 tímabili missum við þetta líka Ólaf Val þannig að missum Helga Fróða miður sumri, missum Róbert Frosta svo eru
Hilmar, Danni og Tóti sem að hætta, þannig að við svona liðið þurfti styrkingu, þú veist, bara hópurinn þurfti utan að komandi innspýtingu og svona eitthvað nýtt inn í hópinn og ég held að við bara gert heldur vel, ég held að bæði eru karakterinir bara frábærir og öflugir og sterkir, þannig að miklu liðsmenn líka og þeir ít okkur lengra og leikmenni fitta mjög vel inn, þannig að ég átta mikið á því hvað kröfur menn gera til okkar sko. Við erum ekki kannski á budgeti á við Víking, Val og Breiðablik, við erum ekki komnir kannski mjög nálægt þeim þó við séum auðvitað augljóslega herri en í fyrra, þannig að ég átta mikið á því hvað kröfum við gera en hvað kröfur þið með? Sko, ég hef mikinn áhuga á því sem við höfum kontról á og vil hafa kontról á því og það ég hef ekki og við höfum ekki kontról á því sem gerist í október, þannig að en við höfum kontról á því sem við gerum á morgun, þannig að ég er mjög mikið þar, eins og ég sagði áðan, ég fyrir inn í hvert leik og til okkur eiga að halda hreinu og þar lendi tel líka að við bara eigum að vinna leikinn. Þannig að fyrir mér þetta, þú veist, ef við gerum vel og við sinnum okkar, þá erum við lið sem erum með bara að gera miklar væntingar til okkar. Sko, einstaka markmið, ég er alltaf aðeins smeykur að, þú veist, ég er svona, ég veit það ekki, mér finnst það svona aðeins, ég er hræddur að frekar limit okkur, frekar en eitthvað annað og ég vil ekki ég get ekki hugsað mér að við erum ekki betri til dæmis. Ég get ekki hugsað mér að vera meistari í haust og horfa á liðið og hugsa við erum ekki betri í ár og það er alveg hægt og ég veit ekki hvort það mikið sens fyrir fólki en það getur verið, þú veist Breiðablik er ekki jafn gott að vera fyrra einhver á down season og eitthvað og við erum bara jafn góðir og við vorum annarkvort í fyrra 23 eða hvernig sem menn horfa á það af því að við getum svo miklu meira en við höldum bara, og það á við alla þannig að ég er alltaf hræddur við að setja eitthvað limit fyrir ofan okkur sem að því leiðu við setjum eitthvað limit fyrir ofan okkur við ætlum að bera okkur saman bara við Víkinga eða Breiðablik að þá er mjög ósennilegt að við komumst mikið lengra en það. Já. Þannig að og ég vil að komast lengra. Þannig myndir þú segja að vera meira framistu drefin heldur en úrslita drefin? Já, 100%. Já. 100%. Og bara hefur verið það, þú veist, og í augnablik bara þetta langa okkur alltaf að komast upp og við komast upp í þriðdeild og svo langa okkur alltaf að komast upp í aðradeild en þar heldur mér svo að draumur minn var allt annar en bara einhver úrslit og komast upp í deild, sko. Draumur minn þar var að við næðum að búa til ákveðin kultúr og stóri draumur minn var tvennskun og það var að augnablik yrði einhvers konar lífstíl og að það að hafa spilað fyrir augnablik yrði meðmæli á starfsumsókn. Já. Og ég held að það sé enginn sem tekur það endilega gilt á starfsumsókn í dag en ég held að þeir sem eru í augnablik geti alveg haldið í fram að það sé ákveðin lífstíl sem að því fylgir. Já. Og margt sem að þeir gera þannig að ég er svona ég vil að komast í eitthvað stærra og meira en þú veist, auðvitað viljum við vinna við viljum vinna hvern einasta leik og við viljum vinna titla og viljum þetta allt þannig að en leiðin fyrir mér er að missa ekki sjónar að það verði betra því ég trúi því bara að við verðum stöðugt betri að þá endanum vinna titla. Já. En þá vinnum við þá líka eins og við viljum vinna þá. Kannski ein pæling segir með það því að sko við tala Stjörnuna við fengið Heimi Guðjóns í viðtal og Jón Rúnar þegar vorum að spyrja bara hvað gerist hjá FH og svo framvegis sko hvað þurfið þið í Stjörnuna að gera? Ég get að segja að þú viljið búið til einslið en Stjörnuliði sem að fór Invincibles í gegnum deildina unni FH í úrslitaleik fóru á móti Inter á Laugardalsvelli ég ætla ekki að vera reyð upp söguna en það fóru í smá dvala
hvað þurfum að gera til að ná Stjörnunni aftur á þetta level? Getur þú útskýrt þessa myrku tíma sem að gerast, ekki myrku tíma en þið voru þarna í neðri heilmingum og svo framvegis? Já, ég veit að kannski var ekki alveg á þeim tíma sem að það var ég held að 22 eru við í efri hlutanum þó að við endum sísunni mjög illa en hérna ég held að ef að mindsetið er að verða betri og ætla okkur meira og stærri hluti að þá held ég bara og hef mikla trú á að við komumst þangað ég held að þú veist, þetta var öðruvísi lið þetta var mikið heimamenn dóldi, eða er ég byrlarna? Ég held að Veigar og Garðar voru allavega og hérna Óli Kalli og jú, það var alveg slætt af heimunum en það svo sem líka í dag ég held að þurfum bara á tánum og ég held að þurfum að gera mikla kröfu til okkar og það ætla að vera betri og það að mæta á morgun ætla að vera betri, það er auðvelt að segja það en það er líka heldur auðvelt að láta það missa marks, mæta bara og fara í gegnum daginn og það gerist ekkert en ég held að ef við svona sýnum sjálfum okkur svolítið aga og aðhalda þá og sinnum því að bara mæta og raunverulega ætla að verða betri þá munum við ná langt. Finnst þér umræðum fótbolta, ekki bara Íslandi, bara á heimsvísu vera á lágu plani þegar við vitnum bara í hvað fæst mörg stig og hvað fæst marga leiki og ekkert að horfum mörg leiki öll leiki hjá þér og við erum ekki einir það? Nei, er þetta ekki bara skemmtilegt, þú veist? Ég held að umræðan ég held að hún eigi að vera skemmtileg, þú veist, að vera gaman að fylgjast með fótbolta og fjallum fótbolta og þið vitur örugglega betur en ég hvað er skemmtilegt í þeim efnum, sko. Ég fylgist ekki með umræðinu heima ég hlusti ekki á neinn podcast og horfi ekki á, þú veist, eitthvað stúkuna eða hvað það er, sko. Þannig að það er alltaf einhver sem að finnir sig knúin til að segja manni hvað er verið að tala sko. Þannig að maður fær alveg eitthvað af þessu en ég er svona, þú veist, það er margt sem að er ekki spot on en mér finnst það líka bara gaman ég er mjög gaman að þegar að fólk fjallar um okkur eða leikin okkar og svona mér finnst það kannski ekki vera sjá það sem við erum að gera og mér finnst það bara frábært og hvaða plani umræðin á bara ég held sé bara frábært það er mikil umfjöllun og mér finnst það bara geggjað Já, við fögnum henni Nikola Djuric kom með skemmtilega riddarspurningu sem ég langar að lauma í hennin sko, getur þú sagt okkur hvað jölliból þýðir og mér langar að ramma þess aðeins inn aðeins að túlka hana sko, frá þú tekum við augnablik og síðan til dagsins í dag þinn leikstíl og þá leikkerfi sem þú spila hvernig hefur þetta þróast með hópnum og kannski reynslu Já, sko ég hef ekkert sérstaklega löngu fyrir það sem ég endilega kalla jölliból sko Segðu þú ekki við strákana, við spilum jöllabóluna Þannig að en það hefur alveg þróast og ef ég tala bara kannski bara, þú veist einhver leiti bara hvernig ég sé fótbolta þú veist, frekar en eitthvað hvað mér finnst jölliból vera en þú veist, í augnablika þá snerist það svolítið að bara vera tilbúnir að kafa dýpra og reyna að hugsa öðruvísi og þú veist, prófa nýja hluti challengea og það kannski hefur alveg fyllt yfir í stjörnuna ég held að en ef maður svona fer út í fótbolta þá er þetta þú veist, í grunninn þá sé ég að byrja mjög einfalt þú veist, það eru bara það eru svæði og í rauninni alveg sama hvar það myndast að þá viljum við reyna að manipulera það og þá skiptir engu máli hvað leikmann heitir eða hvort þið kallið hann bakur eða hafsend eða sóknumann og svo svona veist, og ef maður tengir inn í varnarleika þá svona einhver leiti hugsa maður þetta eins og bara svona tauganett einhvern megin og það eru nóður
og á móti myndast vulnerability hjá manni sjálfum og í fullkomnum heimi að þá bara nötur allar hinar nóðurnar á meðan reyna svona að laga það vulnerability og það alveg skemmtilegt að fótboltinn svolítið að færast í þess átt í dag og svona færast í svona aðeins frá svona positionismanum sem að Guardiola hefur svona farið alla leið með yfir svona aftur í relationism sem að svona Brazilian streetball eða það sem kalla kaos og ég held að séum ekki komni kannski, ég held að ekki margir relationistar á Íslandi endilega ennþá en þetta svona að byrja að gerast og meira úti og vonandi kemur bara meira hingað þannig að ég held að ef ég ætti að stilla þessu upp í eitthvað positionism, relationism þá myndum við kannski segja þú veist, eins og ég sé þetta kannski meira í áttina relationism sem það sem að sumir kalla kaos og þú veist, þeir sem eru meira í struktúr og því sko þeir svona oft líta niður á kaosið og það allt í góðu, það bara eðlilegt en en það samt sko það ég held að margir haldi þetta ég bara að vera að flippa á skemmtilegt en það við gerum ofboðslega kröfu til okkar varnarlega og höfum haldið mikið hreinu ef við horfum með deildina og fengum, það kom þessi kapli síðast sumar sem að fengum okkur mörg en heilt yfir á þessum tíma held ég ekki, þá örugglega frekar ofalega við fá mörg á sig þannig að við erum, þú veist ég held séum bara heilt yfir frekar sterkir varnarlega frekar en hitt þannig að já, ég held að þetta sé svona kannski stuttasvarið Sko, hvernig drillaru menn sem eru búin að vera kannski aldrei upp í positionisma í meira relationisman er það ekki dálítið snúið verk að fá menn til þess að hugsa þannig? Ég veit ekki, ég held að ef þetta er gaman og ef þetta er erfitt þá séu menn og yfirleitt til í þetta sko mín reynsla að menn vilja challenge, menn vilja bara fá tækifæri til að reyna sko bara komast lengra þannig að mér finnst bara mindsetið hafa verið bara stórkostlegt og menn mjög opnir fyrir því bara að stúdera þetta saman og svo þú veist það sem mjög skemmtilegt er að ég trúi mikið á að involvera leikmenn þeir fá mikla og sterka rödd og fá að hafa áhrif á það sem við gerum en svo þetta ég þetta í því hlutverki að halda rammanum í kringu það sem við erum að gera og passa að það sé make sense og sem förum í einhverja átt saman en ég held að sé óhætt að segja að menn hafi fengið mikla og sterka rödd inn í því sem við erum að gera Já. Mjög gott Það eru þetta TMN sem leggja áherslu á framúrskarandi ráðgjöf og þjónustu Já Málið með TM að það er bara best að vera þar þegar eitthvað kemur fyrir að best að leita ráðahöfum og þú ert bara að heyra tryggingafélagi þegar eitthvað kemur fyrir sko. Maður er ekkert mikið að heyra hljóði sko. Þá er gott að vera á TM og svo er það Höstrand ég fekk miklar átölur eftir seinasta þátt Hann eitthvað kaffiperri, heyrði ég Það er svoleiðis, ertu kaffikall, Jökull? Ég hendi bara aðeins ólinn í það Jæja Byrjaði seint en fór svolítið ólinn Ok, hvernig byrjaður og Ég held ég að byrja 33 eða eitthvað fyrir nokkrum árum. Já, þú bara nýbyrjaður. Já, ég er rauninni. Já. En ég fer ólinn í það. Og er kaffi ekki saman kaffi? Nei, ég á erfitt með annað en bara einhvern svona dúnmjúkan all-in espresso. Já. Skiptir þrýstingurinn máli eða? Já, þrýstingurinn, kvörnin er consistency í hvernig kvörnin malar hvert einast og kotn og er því dreift jafnt og þétt og þú veist, bara
Þú vilt ekki sjá hann dropa hann í bollan, þú vilt sjá sístreymi, nokkuð jæmt og þitt. Já, við viljum sjá að byrja einhver staðar á bilinu 4-7 sekundur og það tækir svona 25-35 sekundur að klára það. Já. Hvert þitt uppáhaldskaffi? Ottolína. Ottolína fjölskyldan í Mílanó. Hún veit hvað hún syngur. Það er ítól skæði. Ég er sjöstrandmaður. Já, ég er enda líka orðin þvílíkur Sjöstrandmaður og það er 15% afsláttur á sjöstrand.is, Sjöstrand. Já. Það er CAD, Kat er góða. Og þeir eru líka með augun á sjálfbærni. Og ég veit ekki hvort það eru mörg Hilkjakaffi sem fá kaffi sent frá byrgjanum á 6 vikna fresti. Ég held að séu bara engin. Sko. Nei. Þetta er ferskasta Hilkjakaffi sem þú færð. Þetta er líka bara þannig Hilki að þú bara hendur þessu út. Sko. Já, en það er komið að... Það eru blóm bara eftir 5 minnir. Sko. Mínum uppáhaldslið og það eru... Komum í Vesturbæ? Okkar menn í Sjöstrand sem að færa okkur hann. Hvernig var alast upp í Vesturbænum og í KR? Það var bara mjög skemmtilegt. Já, bara það var já, bara mjög svona góður árgangur bæði minn árgangur og árgangur fyrir ofan 83 og þetta var bara heldur skemmtilegt sko, bara og helviti góði tímar og gaman að koma upp sem ungu leikmaður í KR, bara líka á þeim tíma, það eru miklar kröfur og væntingar og já, mikið stemning. Uppgangur í félaginu á þessum árum? Já, bara margir titlar á skömmum tíma eftir svona langan tíma, já, annað það var mjög skemmtilegt. Á KSÍ ertu skráður í KR frá 2001-2005 til að mynda alla 18 leikina tímabil 2002 99% mínútur hlutfall. Þið verið Íslandsmeistarar þetta ár. Þú ert 18 ára gamall á þessum tíma, fættur 1984. Varstu alveg prodigy, ef þú segir sjálfur frá? Ég átta mikið á því sko. Ég held að þú fáið mig ekki til að segja það sko. Nei, ég held að ég lagði hart að mér og ég var, þú veist, ég var með góðan leikskilning bara lagði mikið fram fyrir liðið þannig að já, ég held ég að bara svona ágætur sko en það er þú veist, 2002 þá var náttúrulega bara ótrúlegt season og já, bara áhugavert og það voru ef ég man rétt, það voru 13 mínútur sem að ég misti í lok leiks á móti FH þegar ég átti mjög slaka fyrirgjöf með vinstri og það fór ekki vel í viljum. Það var beinustu leið út af. Þannig að það voru 1 mínúta sem ég misti. Út af með þig. Já. Sko, já. Sorry, ég verð bara að skjóta inn í, hann er 18 ára þarna. Mikið gagnrýnt KR fyrir að vera ekki að hleypa ungu leikmönnum inn í liði, sko. Þurftir ekki að vera miklu betri en Gaurin við hliðina á þeirra? Jú, það voru ekkert margir ungi leikmenn kannski þarna og ekkert mikið í deildinni eiginlega held ég, ef ég man rétt en það var reyndar, ég held að Jón Skafta 83 hafi spilað mikið. The one and only Jón Skafta? Já, þannig að skora náttúrulega rosalt mark í næstsíðustu umferð. Já. Þegar vorum að missa titilin í Árbæinn og hann jafnaði bara í lokin. En ég átti ekki vonaði að vera að fara að starta þetta sísón sko, ekki fyrirfram þannig og þetta var mjög gott lið og skemmtilegi karakter í þessu liði og bara svona mörg svona legends úr KR, þú veist, maður með móða í þessu liðum, Steini Gísla var þarna, Einsi Dan, Gummi Ben, þú veist, og fleiri sko, þannig Stjáni Finnboga náttúrulega og Það eru hetjurnar. Já, þú veist, svo fleiri sem voru heldur öflug, Júri og Cecil og fleiri bara góðir leikmenn og gaman að vera í þessu liði, sko, gaman að vera í þessum hóp og já, bara upplifa það. Já, varstu búlíðar 18 ára strákur í klefanum? Nei. Það var ekki þannig. Nei, opnir armar? Já, þetta var svona, þú veist, þetta var öðruvísi held ég en í þú veist, bara eins og í dag, veist, þetta var öðruvísi hópur en eins og maður sér kannski yfirleitt í dag og
og tala ekki í Stjörnunni og eins og því að var í Breiðablik mikið á ungum leikmönnum þetta voru mikið á svona kempum og þú veist, það var ekki mikið á aukaæfingu, það var ekki mikið verið að gera þú veist, ekstra, það var bara þú veist, maður voru bara svolítið bara heldur góðir og með heldur gott lið þannig að og auðvitað lögðu menn mikið á sig þegar við vorum að spila en það var svona, það var öðruvísi kultúr og öðruvísi lið. Já. Þið verður svo aftur Íslandsmeistarar 2003, spila það einungis 13 leiki, hvort lið var betra 2002 eða 2003? Rosalega ólík lið, við vinnum 2002 og ég man ekki, þú veist, við sóttum held ég ef ég man rétt, Hilmar Björns, Scott Ramsey, Kristján Örn ég held að gott ef Arnór Bjarki kom ekki þarna líka, Garðar Jó held ég þannig að við sóttum alveg svakalega mikið leikmenn og við eiginlega gátum ekki annað en unnið sko. Og við vorum búin að vinna held ég þegar voru 2 umferðir eftir og töpum næst síðasta leik heima þegar við tökum við titlinum og skítöpum náttúrulega síðasta leik í Kaplakrika þannig að þú veist talenti í 2003 þú veist, við berum það ekki saman sko. En svona þú veist, það var kannski bara svona þéttara lið 2002 þú veist, það var svona mátti minna út að bregða, þú veist, minni hópur og öðruvísi lið þannig að en ef við förum í talent þá var það engin spurning. Hver mætti að inn 2003 sem var að taka sætið þess að hinna leiki sem, eða þetta meðsli? Já, ég meiddist í æfingarferðin úti og með beinmar og misti úr fyrstu leikina. Já, það hlaut að vera. Sko, þú fer líka 18 ára, brýst inn lið og káir Íslandsmeistarlið, spila nánast alla leiki. Þú ert búin að fara þarna eitthvað reynslu áður eða ekki sett? Og tekið eftir þér? Ég fór reynslu til Everton einu sinni. Það var hérna bara eftir eitthvað 16 eða 17 ára landslið. Þannig að það var einn gæi þar sem þið fannst ekkert spes eða? Pítu. Það var mjög áhugavert og fínt að fá það hérna í dagsljósi sko. Það var svona búið að peka okkur, við fórum 3 og það var búið að peka okkur út fyrir völlinn og hann var hérna 1 ári yngri og við vorum bara með 19 ára liðinu og hann var bara komin alveg upp í 19 og hérna hann leit út þá eins og hann gerði þegar hann var 32 ára sko en hérna þeir töluðum kallarnir sem voru að spjalla við okkur fyrir utan liðin og bent okkur á þannig þessi bara félagið fór alveg vel yfir það að félagið væri að reiða sig á hann að hann myndi leiða inn í bjartari tíma í úrstildinni og ég sá það ekki en það var ekki hvort það var ekki bara sama vetur sem hann kemur inn og skorar hann á móti Arsenal held ég fyrsta markið bara held ég í fyrsta leiknum sínum og Býtu, erum við að tala Wayne Rooney eða? Já, það var Wayne Rooney Þannig að Þið leist ekki á hann? Þú veist, hann var náttúrulega, þú veist, hann var býst Leit hann eins út þarna og hann gerir í dag eða? Kannski ekki alveg eins í dag en hérna hann var heldur hann var stór og sterkur, það vantaði ekki en hérna, ég er svona maður einhvern veginn ég sá það ekki ég get ekki sagt meira það þetta er bara að koma okkur næstu spurningu Wayne Rooney Já, Wayne Rooney Hvað gerist 2004 og 2005 í KR? Duttum aðeins niður þá? Já, ég held að það var komið svolítið þreyta og sjálfstyrstjóri minna og klárlega hjá mér þannig að Maggi Gylfa tekur við fyrir 2005 ég held að Willum hafi verið kannski tók Maggi við fyrir 2004 en það allavega var komið svona einhver þreyta og ég, þú veist, ég fann alveg hjá sjálfum mér, þú veist, það var svona eins og það hafi verið þá bara var sjálfstyrstjóri minna og ég, þú veist með það lítið sjálfstyrstu var ekki sami leikmaður sko og ég á endanum fann að mér langaði bara að breyta til og fór til Bandaríkjanna haustið 2005 þannig að og sé ekki eftir því Nei Hvetjum alla til að fara held ég bara út í háskólaboltan Já Mennta sér takk Sko
fer sér til Víkings var að því að ég velti þessu mikið fyrir mér í dag, bara KR og ástandið og þegar ég var alls upp og þegar þú varst að spila þarna og hetjurnar, þá var svo gaman að vera KR-ingur og það hefur aðeins breyst, það var líka viðmóti frá öðrum félögum í garð okkar sem ekki lengur, menn hálfvorkin okkur jafnvel stundum sko. Og veist, þetta áþreifanlegt, finnur mun á viðhorfinu við KR í dag og þegar þú varst að spila? Já, ég held að það var margt breyst sko. Ég held að bæði kemur FH og svona tekur svolítið við og svo Rúna Kristins nær nokkru titlum með KR og gerði ótrúlega vel með KR en svo svona já, það einhvern veginn umræðan aðstöðuna og svona stemningsleysi bara á svæðinu í stúkunni það ég held að það hafa allir fundið það á þessum tíma að það hefur svona hægt og rólega farið niður á við en það kannski breytist núna það er einhver svona mikill meðbyr í fyrra og svona þú veist og meiri sér árið á undan var líka þú veist það voru norsku fersku vindarnir og svo mikið svona power í fyrra en það er kannski öðruvísi núna og mikið byggt á heimamönnu sem að ég held að gæti alveg svolítið bundið Vesturbæinga saman. Já, það verður gaman að fylgjast með í ár. Já, ég er ekki viss. Það verður gaman fyrir þá sem við halda ekki með KR. Það verður mín lið í ár. Já, sjáum til. Svo já, ferðu alltaf út til Bandaríkjanna í háskóla og svo ferðu í Fossvogin. Eruðu miðjadeild tímabilið 2006, fallið svo árið 2007 með 14 stig í 18 leikjum. Sko, Leifur var að tala á hann hvers konar stórveldi KR var og eru þetta ennþá. Fannstu mikinn mun að fara úr KR í Víking á þessum árum? Þetta kannski helst bara á mikill munur á leikmannahópnum og svona væntingum kannski en maður var ekkert mikið að pæla í því sko. Ég fór út í háskólaboltan og á þessum tíma langaði mig bara fara að hafa gaman að spila fótbolta og mér langaði að spila á miðjunni, það hefði verið mikið í vörn og í bakverðinum og fannst ég bara að vera miðjumaður og langaði bara að spila á miðjunni og það var svona ástæðan fór og gerði það úti í háskólaboltanum og gerði það hjá Víking líka þannig að fókusin var miklu meira bara á því þannig að ég held að ég hef bara ekkert verið að pæla mikið í því sko. Nei, sko Gary Martin var í Iconic viðtali á okkur síðast sumar það sem hann var að tala bara einhvern veginn að það væri skrítið að fara bara úr KR að því einhvern veginn þá bara ég er ekki að segja öll lið vilja vinna en það bara í KR þá bara þarf að vinna hvern einasta leik og þá átti ekkert lið að mæta í Frostaskjóli á þess að það áttu bara allir að mæta og bara gera niður sig sko og láta tapa fyrir KR maður kannski hugsa það að Víkingur var kannski ekki stór klúbur á þessu tíma munur á metnað og svo framvegis. Já, ég held að það er það alveg og menn hafa mikla skoðanir í Vesturbænum og allavega höfðu og hérna já, ég held að þú veist, svo er þetta bara langt síðan en já, ég veit ekki, eins og ég segi ég held að ég kannski bara hafi ekki verið að pæla mikið í það og ég held líka að því ég var oft spurður þetta á þeim tíma og ég held kannski það öðruvísi þegar maður þú veist, alveg upp í KR, ég veit það ekki þú veist, að það einhvern veginn var svo sjálfsagt hvernig var litið á KR og maður heyrði oft miklu meira hjá þeim sem að komu úr öðrum félögum í KR og jafnvel fóru síðan aftur að svona munurinn þú veist, þannig að ég held að maður hafi mögulega líka bara verið svolítið vanur umhverfinu. Sko þetta er fyrir tæpum 20 árum síðan 18 ár síðan í dag sko hvað hefur verið tilbúin að setja mikinn pening á það að Víkingar eru þetta skrimsli sem þeir eru orðnir í dag hvernig staðan var á þeim þarna? Ég hefði ekki sett mjög mikinn pening en ég var bara úti tímabil 2008 tímabil 2009 þá ákvað ég að koma aftur í Víking og reyna að hjálpa liðinu að komast aftur upp það sumar var fundur með
ég man ekki hverjum en þá var hérna Björn held í formaður og hvort það var ekki bara Gummi landsliðsþjálfari í handbolta eða ég man það ekki alveg sem að koma og var að spjalla við hópinn og hann Björn viðraði þá hugmyndina titil 2014 og talaði að hann vildi að Víkingur myndi vinna deildina 2014 þannig að þeir voru nú orðnir stórhuga þarna á þessum tíma og ef ég man rétt að þá endaði 2014 tímabilið þannig að þeir náðu Evrópusæti sem var bara heldur sterkt þannig að það var maður uppliði svona kannski svona í fyrsta skipti þennan metnað allavega einhvern tíma í félaginu þannig að maður heyrði það og sá það það var svo undir þessi en þú veist á þessum tíma þá líka hlóðu menn skilur þannig að þú veist víkingar hlóðu þegar þeir heyrði þetta þannig að þú veist það var kannski ekki allir sem að áttu sig á því að mönnu var alvara. Þið langa að spila á miðinni, búin að spila talsvert í vörninni, fengum þetta Dóra Árna líka til okkar daginn og hann ger nú lítið úr sínum ferli en hann líður nú ekkert að mér, ég hef alveg séð kálvan á þessum manni, hann lítur að við geta eitthvað í sokkar sko. En hann talaði samt það, hann hafði strax á ferlinu mikla skoðanir á því hvernig fótboltinn ætti að vera spilaður var aðeins að rífa kjaftjafnilinn á vellinum og segja munum til hvað þetta að gera og hvernig þetta að gera hver þetta að vera og hvernig þetta að gera hvernig var það með því? Fannst þú strax á þessum tíma að þið langa að þjálfa og varstu með pælingar? Mér langaði alveg að prófa að þjálfa en ég tók ákvörðun frekar snemma og alveg mjög ákveðin í að ég ætla ekki að fara að þjálfa þegar ég myndi að hætta að spila en ég samt svona taldi það alveg eiga vel við mig sko að einhver leiti og að ég gæti alveg það gæti alveg verið eitthvað sem að ég gæti mögulega gert vel og fólki í kringum mig svona hvatti mikið til þess en ég var harðákveðin í því að fara ekki að þjálfa sko ég ætla að eiga kvöldin og eiga sumrin og var síðan eiginlega bara plataður í þetta í augnablik sko. En þá var það frekar heldur lífstíl þjálfarans, já, einmitt, það bara við erum með fríum kvöld og helgar og hana, ekki að þetta er bara þetta er ekki kannski öruggasti starfsbransi í heiminum? Já, ég pæli ekkert í því, þú veist, ég mér er alveg saman það, þú veist, þetta er bara svo sem starfsframi eins og annar og ég svona skilgrinni mig í raun og veru ekki sem þjálfara sko, og þú veist, ef ég þegar ég verið rekinn, hvort sem það er hjá Stjörnunni annars staðar, að þá, þú veist, eða hætti eða þegar það tekur enda hvenær sem það verður og þá hvort sem það er eftir þetta jobb eða eitthvað annað, þá er ekkit víst að ég fara endilega að þjálfa strax aftur, kannski fyrir bara að gera eitthvað annað og þú veist, ég fer all inn í það sem ég geri og svona frekar skilgreinum eftir því bara hvernig ég hugsa og hverju ég hef áhuga á þannig að ég held að ég veit ekki hvort ég geti sagt og haldið fram að ég hafi verið með eitthvað djúpa pælingar sko, sem leikmaður þú veist, mér fannst svona einn af mínum styrklingum vera leikskilningur þannig að mér fannst ég hafa góða tilfinningu fyrir leiknum en og kannski, þú veist, vera ágætis kennari þannig að kannski fer það ágætlega saman, ég veit það ekki, þú veist. Já, algjörlega. Ég ætla bara örsnögt út á spórinu til verða fyrir gefa mér. Sko, að því að, eins og þú segir, þú ferð all in í hlutina þegar þú ferð í þá. Bara skemmtilegt dæmi með kaffið og svo þjálfarafélaginu og annað. Getur þú nefnt fleiri dæmi hluti sem að þú tekið fyrir hendur og keyrt all in í? Já, þú veist, ég fór svolítið... Þykir þetta leifur með eitthvað, sko? Nei, reyndar ekki. Okay. Ég fór svolítið all in í forritun og þetta lærði það og fór að vinna hjá litlu en sennilega einu öflugasta, ef ekki öflugasta hugbúnaðarfyrirtæki á Íslandi sem heitir Rögg og lærði mikið þar og ég svona
fann líka með langaði aðeins að prófa að standa á einn fótum og hætti þar og fór bara svona að þróa mitt eigið og var bara dag og nótt bara að forrita, þú veist, þannig að og gerði það í nokkur ár og í rauninni bara þangað til ég fór að þjálfa, sko. Ástu Python kallega? Nei, ekki til Python, ég á það inni. Já. Þannig að ég var aðalega í nei, það er verkfræðin en það var aðalega C-sharp mest já, en hérna já, þú veist, ég myndi segja það þú veist gera upp hús eða þú veist, bara reyni að læra allt sem ég get tilengja mér það sem ég get og sökka mér í alls konar hluti og þú veist, alveg sem ég þjálfum þá hef ég rosalega mikla þörf fyrir að læra fitnesslutan og ég vil læra öll forritin, ég vil kynnast öllu og hafa þessi dýpstan skilning á öllu sem einhvern veginn maður getur komið höndunum í, þannig að hérna Getur ekki nýtt til forritununa í jobbinu sem þjálfari eða hvað? Ég vantar nokkra klukkutími í sólarhringin bara, það er eina sem ég vantar en bara fullt af pælingum í því, sko. Já, það ekki? Jú, þannig að það væri draumur að geta gefið sér tími í það. Já. Skemmtilegt, ég er búin að vera fresta þessu eins og ég get en við verðum að fara okkur í Kópavogsinn, það er vist partur af þessu. Já, viltu tala um eitthvað annað? Já, ég vil ákveða tíminn er bara þrótur. Rétt að minnast á leikina. Já. Seti spenn í leikin og það var eitthvað Linda sem vann eitthvað 700 miljónir, nei, vann eitthvað 40 og eitthvað miljónir, svo ég eitthvað. Já, hún hefur vantarlega verið 13 réttir, sko. Já, glæsilegt. Það við fögnum því, það er auðvitað gaman þegar fólk vinnur, en svo er líka málið með leikina, það er líka gaman þegar það tapar því þá er að styðja við íslenskt íþróttalíf. Rétt. Og svo er það kontakt fyrirtækjaráðgjöf kontakt er hluti af M&A Worldwide. Já, þetta veit ekki margir. Nei, sem því þeir eru sérfræðingar í mergers and acquisitions, það er stórt, það er ákveðin viðurkenningastimpill en kontakt fyrirtækjaráðgjöf ein elsta og virtasta. Ef við færum okkur yfir í Kópavoginn og Breiðablik. Og ég taka þetta? Já, endilega. Já. Ég er náttúrulega kynnist í Ökli bara þegar ég er í stúkunni Syngja og Tralla 2009-2010, 14-15 ára gamallanda. Sko, bæði ég verð að sjáta eitt þátt, Óli Kristjáns þátturinn okkar, hann er geggjara sem við förum náttúrulega mjög vel yfir þennan tíma. Jökull mætir í Kópavoginn 2010. Sko, ég ætla að byrja að spyrja bara hvernig stóði að Óli Kristjáns sá miklu meistari, hann mætir á 2010 og fyrsti leikmaður sem hann sækir, það er Jökull Elisabethsson. Já, það er bara skemmtilegt, sko. Ég var 2009 tímabili með Víking í fyrstu deild og við gátum ekki neitt. Voru í 10. sæti? Já, bara rosalega vonbrigði og og bara góður hópur en svona fótboltalega bara frekar leiðilegt tímabil og ég fylgdist með Blikunum, sá hvernig þeir voru að spila og mér fannst þeir bara henta mér mjög vel og mér fannst ég henta Breiðablik. Þannig að ég heyrði í Agga, umboðsmanni og bað hann um að hlera á bara hvort að þeir hefði einhvern áhuga. Og og úr var bara samtal og ég, þú veist, þarna fór ég bara og ég, fyrir mér og bara ef ég geti komist þarna þá ætlaði ég bara að gera það og spila nánast fyrir engan pening þetta sísón og skipti engum máli en og það fittaði bara mjög vel og mér leist ógeðslega vel á Óla og var auðvitað fylgdist mjög vel með og svona skoða þá og heyrði mikið á því hvernig hann var að þjálfa og mjög spenntur fyrir þessu og svo fannst mér liðið bara miklu betra en ég átti von á þegar ég kom að inn, sko. Já, það eru leikmenn til að rifja fyrir hlustendum, sko, þú með Alfred Finnboga, þú með Arnór Svein, þú með Ella Helga, Finn Margis, Guðmann Þóris, Guðmann Kriði, Haukur Baldins, Inga Karle, Gitti Jóns, Gitti Steindós, Kári Ársæðs, Olgi Sigurgis. Meina, það er auðvitað að segja þetta núna því að unnu, en þetta er samt þetta var ekkit bestarlega á pappir líklega þessi ár. Það var það náttúrulega ekki, þetta er svo ungt lið. Já. Þú veistu, þeir eru allir bara, þeir eru voða mikið bara 20-21 held ég á þessu ári. Þessu flestra strákum eru 90-89, Finnur 91, þannig að uppistæðan í liðun er bara þessir árgangar.
Engin útlendingur eða nokkuð? Engin útlendingur Nei. og ég held að ekki liðinu deildina án útlending síðan og Áttum enga peningarna? nei, það var lítill peningur það var vorum búin að vera margir útlendingar áður þetta var rosalega gott lið, vel spilandi vel þjálfað og ég get alveg sagt ykkur að fyrir áramót 2009 Já. ég bjó í Vesturbænum og vann í Vesturbænum og fór í Vesturbælaugina ef ég fór í pottinn og þar voru mikli spekingar alltaf og ég sagði fyrir áramót í pottinum út allt að við myndum vinna deildina 2010 Ok. og það var mikið leið í Vesturbænum þeir sem maður ræddi við og kannski eðlilega en ég var búinn að vera í liðum sem maður höfðu unnið og fyrir mér var þetta bara algjörlega nóbrennir það bara var það mentality sem við vorum að tala eða hvað? Það bjó bara svo mikið í þessu liði það var og samheldnin, stemningin eins og sagði, Óli var bara algjörlega frábær það var vel þjálfa lið mikil trú og bara já, ég það var margt hæfileikar bara leiðtogar og það var allt í þessu liði og fótboltalega miklu betra lið en nokkuð tíman káurliðin sem að ég vann með og þá minna ég ekkert við vorum með Veigar sem áheldi langt og við vorum með Arnar Gunnlaugs Bjarka og það en ég að menna bara svona hvernig liði spila, hvernig fótbolta liði spila hvernig liði náði saman miklu betri fótbolti Þegar þú varst að mæta á æfingar leikmaður sem þú tókst eftir Alfred Finnbogason sástu strax að hann yrði það skrimsli sem hann varð? Já, ég gerði það var hann kom sennilega hausti 2009 Nei 2009 hann kom eða vorið 2009 sennilega vorið 2009 þá kemur hann í heimsókn í háskólan sem ég var á þá var ég bara að klára og hann kemur með pappa sínum og röltur campus að því að þeir voru að reyna að fá hann í háskólan og ég vissi ekkert Alfreð ég hafði bara heyrt að hann væri góður og þarna hafði hann ekki sprungið út og svo kem ég heim sumarið og sé einn leik heldur hafi tapað 3-2 fyrir FH frekar en unnið 3-2, það var heldur 3-2 leikur bara snemma í mótinu og ég horfði á leikinn og ég fór beint heim og sendi þjálfarnum út í e-mail og sagði að hann ekki að koma því að það var alveg augljóst fyrir mér að hann var að fara annað þannig að og svo þetta 2010 tímabili stórkostlegt og ég held að það tímabili og honum er frekar vannmetið en eitthvað annað þannig að Manstu að því að nú var maður svo ungur við vorum að tala á honum hvernig fótboltalið að spila hvernig fótbolta spilaði þetta Blikalið? Hugrakkan fótbolta bara mikil hreyfing power bara hraði í liðinu og já bara það sem við myndum alltaf flokka bara sem góðan fótbolta þannig að Er þetta mesta, ef við horfum á leikmannhópinn aftur og ég meina ég held að launakostnaðurinn sem liði var, við vorum örugglega bara með eitt lægsta budgeti í deildinni, myndi ég halda ekki einn útlending og þessi menn sem ég nefndi á hann voru ekki að hafa launum, þykist ég vita þú varst þannig í laugin í Vesturbænum að tala að þið ætlaðu að vera Íslameistarar en var verið að tala það í klefanum fyrir mótið? Við rættum það í æfingarferðinni þá var svona útkljáð og stefna var sett á það og en ég var svo sem ekkert að í desember var ég ekkert að segja að við ætluðum að vinna titilinn ég segði bara að við myndum vinnan að því við vorum ekkert búin að ákveða að við ætluðum að gera ég sá bara, fyrir mér var það bara svo augljóst á þessu liði þannig að en það eftir æfingarferð þá í æfingarferðin er rætt og farið yfir á ákveðið og það er bara sett markmið og við auðvitað það var komu heldur lélega leikirinn á milli og við þurftum að íta vel okkur öðrum og halda okkur á tánum þannig en já, ég held að það var alveg klárt fyrir því svona við ætlum að
að gera það. Þetta eitt mesta þjálfræðilega afrek í sögu íslenska boltans hjá Óla Kri? Ég held að sé svona ég held að hljóta að komast alveg ég held að hljóta að vera upp þér veist, með þetta unglið, með þetta budget að þá hljóti að vera upp þér veist, það eru auðvitað fleiri en liðin sem að vinna í dag eru á hæsta budgetinu veist, það eru þannig að við sjáum þetta ekki lengur. Nei, þú veist, og það auðvitað getur komið upp eitthvað svona árgangar og það myndast einhver kemistri hjá einhver liði og það getur alveg, þú getur unni gegn budgetinu, það er ekki það, en það er erfitt. Þú veist, þú ert að spila ekki liðin sem eru með kannski full mönnuð af fyrrum atvinnumönnum. Þannig að það er erfitt fyrir ungt lið eða ódýra lið eða hvað sem er að keppa við það. Já, kannski bara til að slúta Kópavoginum og ert að náttúrulega líka 2011, 2012 og 2013 sko, náttúrulega koma til að 2009, 2010 þú getur rifjað upp söguna fyrir mér sko, hvernig við stóðum okkur í deildinni þá minnir að ekki alveg er jafn gott urðu menn eitthvað sattir eftir 2010 eða bara missum Alfreð og fleiri? Já, ég held að við höfum ekki verið sattir en ég held að við missum Alfreð og ég man ekki til þess að lið hafi verið styrt með góðu móti sko. Og þá meina ég Viktor Unnar kom inn þar? Já, Viktor Unnar kemur inn en ég meina bara leikmenn sem að var vita að myndu stuða byrjunlið og ég held að það hafi vantað sko. Ég veit ekki endilega hvað var til ég bara íta við hópnum þú veist, hvort sem við förum í að stuða hópin eða hvað við köllum það sko. En ég held að hafi vantað það svona varð svolítið það voru einhvern veginn allir bara svona margir kannski með sæti og já, ég held að það hafi vantað og ég veit ekki af hverju það var, hvort það var ekki til peningur eða hvort að þú veist, það hafi verið ofurtrú á hópnum eða hvað og kannski vannmetið að ég á það alveg til að vannmeta áhrifin af því að fá eitthvað utan að komandi inn þannig að ég skil alveg ef að menn fari það en ég veit ekki hvað var til en ég held að það hafi kannski vantað, þú veist það hefði verið sterkt að bæta eins við. Já, heldur rétt hjá þér. Þá kannski tökum við bara nokkrar stuttar til að slúta leikmannaferlinum til að slúta ferlinum, akkurat og það eru sjálfsög búið David Jones sendum að klifið hann heim. Já, við erum ekki búin að skreita borðið með döðlum ég skal ná eitt bóka hérna gerðu það endilega, Jökull, við ætlum að senda það heim með döðlunar. Hefur þú smakkað þetta? Nei, ég held ég ekki smakkað þetta. Húðu döðlunar, góðu. Ekki fara ég mæli með því að byrja ekki á lakkrís og jarðarberjum það er ekki eftir snúið eftir það sko. Það er fínt að byrja bara hérna í saltið karamell sko. Já, spennandi. Sendu þið heim með þennan. Hann getur ekki beðið. Og svo er það frumeri allir með 3 endastaf. Það er tic-tac núna, ekki keirum og græna með hann. Já, ég meina út með 1 eða 2 Ísland. Ísland, Jökull, uppáhaldsstaða vellinum, ef við gefum með tölustaf. Uppáhaldsstaða? Já. Ég held að Hvar varst þið bestur? Mér fannst ég svona fitta best í sexunni. Já. Dreifa spilinu. Já, og bara með mikla ábyrgðartilfinningu þannig að þú veist maður var að líka sinna því að verja vörnina og passa upp á að svona, það væri í lagi þannig að ég held að það var átt best um mig. Varst að sækja boltan mikið niður í miðurinn eða? Ég var ekki mikið eitthvað svona dropp á milli eða eitthvað svoleið sko en ég vildi fá boltan. Box to box, hvað sem mikið hlaupa geta? Pínu er að spyrja þig, sorry, ég sé að setja það svona punktin. Það er í góðu lagi, ég held að hún hafi bara verið með því herri, þú veist, það var kannski annað sem að engindi mig líka, ég gat hlaupið heldur mikið. Já. Hefur ekki orðið atvinnu með þér? Hefði þið svo leiðilegt sko. Já. Ég veit það. Veist, nei, ég varði ekki atvinnu með þér, þannig að nei. En mér tala í kringu því sem þekkja vel til að þú hefur náttúrulega verið fáránlegt efni. Já. Starta alla leiki. Hvenær varstu upp á þitt allra besta? 1 tímabil. Ég held að mín bestu tímabil voru 2002 og 2010. Mjög ólík. Já. Og
mér svona fyrir sjálfan mig þá þótt mér mjög vænt 2010 að því að ég svona fór svolítið svona smá krókuleið til að koma mér á miðjuna þú veist sem að ég hafði ekkert spilað og mér fannst mjög gaman að ná alvöru sísoni þar en 2002 samt þú veist, mér gekk vel og svona fyrsta alvöru sísoni meistaraloki og það endar þú veist, með þyrlunni á fleirunni og þú veist, það bara erfitt að keppa við það líka sko. þannig ég held að þessi tvö tímabil hafi svona staðið upp úr. Já, geggjum. Besta og versta múfa á ferlinum? Sko þetta er erfitt sko. Ég það hefur allt það er allt svona mikla kosti það sem maður hefur gert þú veist, ég fór til Eyja og svona það var svona alveg í lokin og það var svona kannski það var stutt eftir af kertinu og ég svona var alveg svona harður á því að ég heldur eiginlega frekar hætti fótbolta en að fara aftur í bakurinn sko, þannig að ég svona ræddi það alveg og svo eftir nokkra leiki var ég komin í bakurinn og það svona alveg til í og það reyndi maður bara að hjálpa liðinu en það er svona slögt aðeins í mér en geðveikt að vera í Eyjum þannig að er það geðveikt eða? Mér finnst það bara elska að vera þarna þetta er bara öðruvísi stemning og öðruvísi staður og bara mér finnst það algjörlega frábært og þannig að þú veist það tímabil sem gekk illa líka og af alls konar ástæðum en frábært tími þannig að ég á mjög erfitt með að þú veist mér leið rosalega vel þegar ég kom til Bandaríkjanna ég man bara fyrsta daginn sem ég vaknaði þar og ég fann bara svona létti og það var gott að vera komin í burtu og þannig að mér fannst það gott múf þú veist, mér fannst líka gott múf að það var gott múf að fara í Víking þú veist, ég var alveg harður á því að ég vildi vera það er því að horta á mig sem miðjumann þú veist að það er erfitt að brjótast út úr svona, því sem menn horfa á og menn vita hverju er ganga þegar maður er búinn að sanna maður geti gert eitthvað sko að þá fara menn oft safe leiðina þannig að það var ekkert sjálfgefið að maður gæti brotist út úr því og mér fannst mjög gott múf líka að fara í Breiðablik það er helviti gott múf þannig að og Vesta, þú veist, ég veit ekki bara hefur allt sína kosti Já Birkir, þú vilt bæða eitthvað við þetta annars eru bara dætt í riddaraspurningar? Nei, ég held að sé bara, kaldakarið Kaldakarið, það er nýr liður í boði kalda sem eru þetta okkar ég nú bara að drekka hennar kalda læti svo þetta sé bara vaskla sko Já, er þetta ekki bara þetta er enda held ég vaskla þetta er ljúft, þetta er ljúft og gott Látum við sjá ef við dýfum okkur bara beint í kaldakarið ef þú mætti velja 2 manneskjur til að niður með í eina kalda kvöldsund hverju væri þá af hverju? Lifandi eða heimin, eða liðnar Já ég held ég myndi velja Ferguson Já það verður svona easy call svo veit ég er að fara að gleyma einhverju sem að við myndi döðlanga sko þannig að hver væri góðu með ykkur Ferguson svona á kantinu? Það er nú það sko ég einhver annar já mjög erfitt með að er það Rooney? rifja gömlu tímana saman já ég er að fara að gleyma einhverjum algjörlega obvious veist, ég held að þú veist, akkurat núna er maður svona obsessed með eitthvað svona og ég held að Ferguson væri alltaf hana þú veist, svo er þú veist, maður rúgla til að spjalla hans í Jordan vá, það var eitt borð já, en veit ég ekkert svo virkar hann líka bara svolítið þungur og svona, veit ekki hvort það væri skemmtilegt en já, veist, ég hendi því bara en ég veit alveg ég er að gleyma einhverju sem að ég myndi vilja hafa Jordan og Ferguson Birkir, er Jökull búin að setja upp einhverja verkverðla fyrir skýrslugerð í sumar til að allt sé á réttum tíma? Þú spyrja mig á því? Nei, ég er þetta að spyrja Jökull Herri, já, það er allt klárt Sko, já, skemmtileg spurning
Þú líklega fattar innihaldið. Já, ég held ég viti hvað þetta var Þetta kaldakarið. Já, við vill til að við svo sem fórum eftir öllum settum reglum síðasta sumar og dómarinn fekk í hendurnar undirritaða skýrslu 45 mínútur fyrir leik í hvert einasta skipti. Þannig að annað bara hvort það eru mistök hvernig skýrslan uppálega fyllt út eða eitthvað að þú veist reglurnar segja til að dómari þarf að fá undirritaða skýrslu 45 mínútur fyrir leik og það klikkaði aldrei. Þannig að ég held við munum bara gera ég held við munum standa okkur í því í sumar líka en En af hverju ekki bara skila réttri skýrslu fyrst? Já, það auðvitað geta verið mistök og alls konar þannig en ég mér er svona svolítið mikið úr þessu gert. Ég auðvitað er ekki kannski gott ef að menn að reyna að blekkja andstæðing viljandi en ég held að ég held að fyrir mér þá er þetta eitthvað sem að þarf að skerpa á inn á borðum KSÍ frekar en hjá okkur því að ef að menn vilja ekki að það geti dottið inn byrjunlið klukkutíma fyrir leik sem að síðan ekki byrjunlið sem að dettur inn 45 mínútur fyrir leik þá ættu menn að hafa kerfi sitt öðruvísi og reglunar öðruvísi ef að þeir vilja birta skýrslu klukkutíma fyrir leik en að hún sé bara rétt 45 mínútur fyrir leik þá getur svona gerst. Þetta er þetta frábær punktur. Já, í stand Já, mjög gott þetta leiður okkur inn í rittarspurningarnar og það eru að sjálfsögði búið búlunar spyrja Sorry, ég ætla bara að segja það voru mjög margar og við segjum það ekki alltaf því það er ekki alltaf þannig en það voru mjög margar núna og við þökkum rittarum kærlega fyrir. Algjörlega Búlan segir bolludagur í gær búludagur alla daga. Rétt. Og það er þriðjudastilbúið þar tvöfaldur hamborgari með brauðamillu og auka gumsi kostar notabenni ekki krónu aukalega. Það er svindl og svo er það bónus. Það er sprengidagur í dag og saltkjöti maður. Já, saltkjöt, rófur, kartöflur, bacon, bönusúpuna. Allt undir örgulega 1000 kalli. Bara slikk, reyndar ekki undir 1000 kalli en á hörku verði og svo kannski stutt líka bara okkar menn í era. Þetta er finnst þetta ekki bara notalegt? Jú, þetta er bara mjög kósi. Það er ekkert sjálfsagt að fá þig úr jakkafötunum. Nei, en það þurftur að senda mér nokkuð sem í dag. Það er gæða stimpill á era. Byrjum á fyrstu rittarspurningunni. Hversu mikill kóngur var Hrafn Jökulsson? Bara hann var, ég held að það sé bara ég held að sé rétt nefni. Ég held að hann var bara frábær og mikill Er þetta mesti dúer í sögu Íslands? Já, hann var mikill dúer og bara rosa kraftur í öllu sem hann gerði, öllu sem hann tók sér fyrir hendur og þú veist, ef einhver fór all in þá gera hann það svo sannarlega. Þannig að og mikill missir á honum rosalegu karakter og gaman að vera í kringum hann. Þannig að það er mikill missir á honum. Já, gott að gefa honum satt. Ef Hrafnkell Freyr mætti spila sókn en skipt út af vörn myndir íhuga að fá hann í hafsendin í Stjörnunni til að spila boltanum út af vörninni, spyr Hrafnkell Freyr. Já, ég myndi alveg skoða það. Hann spilaði hafsend hjá mér einhvern tímann og stóð sér vel og var mjög skemmtilegur hafsend. Skemmtilegur hafsend? Já, hann var mjög skemmtilegur hafsend, vel spilandi og svona kaldur. Já. En hann okkur vantaði einu svona markmann þegar við fórum í leikum út í Kára upp á Skaga og hann seldi mér að hann var í geðveikur í marki og ég hef aldrei séð hann eins. Var hann góður það? Nei. Hann hendi bara í Kasper, hann var bara eins og draugur hann og fekk allt í gegnum sig og ef hann ætla að selja þessi markmann þá er þetta þvert nei. Einn frá mér, ef þú mættir velja einn leikmann úr íslenska boltanum
til þess að spila bara sókn skipt út af vörn. Já, þess að spila bara sókn. Já. Þetta Í dag, eða? koncept. Nei, má alveg vera bara eitthvað sem dettur í hug, sko. Já. Þessi er erfið, Já, on the spot. Þá þarf ég að fara að finna einhvern og öskur út sem bara annað latan eða lélega varnarmann. Frábær sóknarmaður. Já. Ég held að það er erfitt að finna einhvern í dag, sko. Ég held að í dag það er mjög skrítið ef að menn enn ekki spila vörn í dag. Það er ekkert sveigrúm fyrir það, sko. Ég var að segja Gummi Ben. Já, ég held að það er ég held að það var alveg gott sjátt, sko. En ég held að menn hafi nú alltaf verið til í að hafa hann en að hafa auka orku og alltaf útkvíldur. Já. Ég hugsa, tökum Gumma Ben. Það er líka á þeim tíma þar sem menn svindluðu duglega. Maggi Matt með eina góða og gæsaleppur opnast. Sorry, en helvíti löng spurning á Jöllaran. Hann talaði þetta í þáttunum hans Baldurs í fyrra og þetta stakk mig. Eða haug í alla tæknina, stór leikmannahópur, æfa mjög mikið en ekki með mann í fullu starfi sem nuttari /sjúkraþjálfari. Nú voru margir myndir hjá þeirri fyrra, er þetta ekki tóm della? Spyr hann. Jú. Vill hann lengra svar? Nei. Jú, þetta er ég ætla alveg að koma meira. Það var alveg og við fundum það alveg að þar vantaði upp á hjá okkur að við fórum held í Geist og það er mjög svona vanhugsa hjá okkur að fara ekki jafn Geist í þetta aðhald og við höfum lagað það núna, sko. Við erum með aðganga sjúkraþjálfara akkurat núna bara eiginlega allan daginn og inn á öllum æfingum og í kringum allar æfingar. Þannig að það var bara eitthvað sem við lærðum af líka. Helgi Ólafs spyr hversu mörgum klukkutímum eyður það meðaltali að greina fyrir einn leik í bestu deildinni og lætur einni fylgja. Eru dómara leiksins greindir? Nei. Ég er ekki í því að greina dómara. Ég pæli miklu frekar í þjálfurunum og hvað karakter þjálfarnir eru og svona hvernig viðbragð er þeim eðlislegt og reyna áttum á því í einhverjum aðstæðum eða undir einhverjum kringustæðum. Tveir leiki fram í tíman, fíla. Þú væri góð skákmaður, ég vissum það. Hann var örugglega, ég ætla að giska á að setja ágætt skákari. Sko bara hef aldrei farið í skákina af neinu viti, þannig ég er bara lélugur. Okay. Bara því miður leita að valda vonbrigðum en það klukkutíman það er bara rosalega misjafnt og svona það hafa, þú veist maður hefur brennt sig á stóri leikir og hérna það hefur maður brennt sig líka á því að bara vera með of mikla greiningu of mikla taktík og þetta verður, þú veist, maður mikla svo mikið fyrir sér og svo hérna. Þú hefur til dæmis 4 mánuði eitthvað til að undirbúða fyrir fyrsta leikin í bestu deildinni en þú ert líklega ekki að pæla bara því. Nei, en þú veist það er svo misjafnt, sko. Stundum er ég búin að ákveða fyrir einhvern mótari bara, þú veist, jafnvel einhverja mánuði fram í tíman, sko. Bara hvernig við ætlum að mæta þeim en þar ligg ég ekki að hugsa hvernig ætla ég að mæta þeim. Það bara ef það kemur einhvern veginn til maður bara eitthvað sem make a sense þá liggum maður á því og ef það make a ennþá sense þá fer maður þá leið en við höfum líka, þú veist, ég líka farið þá leið að þegar að koma leikir þar sem að liggur mikið undir að fá leikmenn til að greina anstæðinginn og vera með vídeofundi af liðinu og það er ógeðslega skemmtilegt og mjög áhugavert og það er oft bara mikið hlegið og flissað og skemmtileg dýnamík sem myndast í kringu það og það sem gerist við það líka er að hérna, þú veist, svona stemningin verður, þú veist, förum út og spilum fótbolta, þú veist, þetta er leikurinn verður ekki jafn svona yfirþyrmandi og hérna, þannig að það er rosalega mismunandi hvernig við vinnum það. Já. Skemmtilegt. Af hverju fekk Rosenborg ekki trausti í markinu?
bara þú veist Árni bara einn allra besti markmaður í deildinni og eins og við viljum spila þá er hann þá er bara erfitt að slá hann út þú veist Mattías spilaði Evrópuleikina og svona þú veist, hann spilaði í bikarnum þannig að hann spilaði heldur stóra leiki og það er mjög erfitt að halda þið fram að hann ekki fengið traust þegar maður horfir í það Já. Þannig að þú veist, það er undanúrsliða leikur í bikar það er þú veist, vítakeppni og 4 Evrópuleikir sem er heldur mikið í húfi og þannig að en það þarf mikið til að slá Árna út og nú erum við komin fengu 2 markmenn Grumi er náttúrulega ungu stjörnum að sem getur tilbaka og svo Aron sem að lítur heldur vel út en svona augljósasvari er bara Árni er helvíti öflugur og tölvöld öflugur en margir gefa hann kredit fyrir Já, eitt besti spilnamaður líka bara sem við eigum í deildinni sko, einn frá mér, þú tala hann spilaði Evrópuleikina og bikarleikina það hefur nú alveg verið gagnrýnt þegar þjálfara hafa verið að róta á milli markmanna skilur þá gagnrýni? Ekkert endilega þig, bara þjálfara almennt Sko, mér dreymdi alveg að geta bara róterað bara vilt og galið með markmennina en eftir samtöl við þá og ég viðraði alveg við þá eftir samtöl við þá sá ég að það var ekki að fara að ganga upp Já. Þannig að upphaflega þá langaði mig það bara í deild líka? Já, en svo bara að því ég sá að það Er það því að markmenn eru bara sérstakir? Eða þú veist, þeir vera að vilja eru þeir ferkantaðir? Ég veit ekki, ég held að þetta muni breytast ég held að við munum sjá þetta koma og þetta er bara eitthvað sem á eftir að gerast En er ekki erfitt að fá góðan varamarkmann? Eða þú veist, þá meini ég að því að hann hugsa bara ég geti verið að spila annars þar Ég held sér bara alltaf erfitt að fá góðan markmann sko Já, bara hvort sem þú kallar hann aðalmarkmann eða varamarkmann eða markmann í samkeppni eða þú veist, ég held sér bara alltaf erfitt að finna góða markmann Já Hér koma 2 frá ofurparinu Katrínu Kristins og Matt og Sig miklir höfðingjar koma aðeins inn á þetta áðan með 360 Katrín vill sem sagt fá 360 gráðunar á kaffiperraskapin og hvernig gengur að rækta kaffibönur Þú ert sem sagt að rækta þínar eigin bönir Já, ég er með 2 plöntur og önnur þeirra gefur af sér ber og inn í hverju ber eru 2 bönir og Tengdó tók þetta allarleið líka og hefur verið með tölvöld ríkari uppskeru og er með tölvöld bara grænni fingur en það gengur vel, það er komið að ég fer að tína þetta af trénu núna og fer að bara ná bönunum út og þurrka þær og brjóta skilin utan af brenna þetta, rista þetta rétt og svo finnur maður eitthvað góðan morgun þar sem maður ítur öllum út og fær sér einn góðan kaffibólla Þetta verður bara einn espressobólli eða eitthvað Það er rosa misjátt sko þegar uppskeran hjá Tengdó hefur verið sko einhverju 12-14 bollar á einu tré Ok, ekki slæmt, eða já Já, þú veist, það er bara einu svona ári skilur og þá er þetta einhvern veginn svona og ég held að ég sé að fara að ná kannski 1-2 espresso Þannig að Ég ætlaði að spyrja hvort það var að selja þetta Nei, þetta er 1 bolli Þetta er bara, það má eftir líka að sjá með bara bonsai garðlist sko bara þólum að þið svinna fyrir 2-falda Já, þetta er nú bara skemmtilegt og gaman að grúski í þessu sko en það er líka bara hver eitt bolli tekur alveg smá stund að dunda sér við og það er alltaf líka bara hluti af þessu og það er eiginlega allt sem er einhvers virði tekur tíma og eitthvað streitt þannig að það er ekkert öðru sem með 2 espresso Mæni Þetta er áhugavert Matt og Sig spyr hvað er helsta einkenni Jökuls sem þjálfari? Já, frábær spurning Já, góð spurning Matt Já, já fara að meta sjálfa sem maður ég all in myndi ég segja legg mikið á mig og
ég held að það sé svona ef ég ætti að segja eitthvað eitt þá myndi ég segja það og svo myndi ég segja bara reyna að hugsa mikið og pæla mikið og svona challenge að viðmið þau viðmið sem maður sér og þá hugsun sem maður hefur lengi verið við líði þá reynir maður að challenge það. Hvað reynir að vera miklu sambandi við leikmennina? Þá meina ég sko, þú veist, það eru æfingar og annað, þú veist, ertu líka sálfræðingur þeirra eða ertu bara fótboltaþjálfarinn þeirra? Ég er í bara held ég mjög miklum samskipti við leikmennina og við ræðum alls konar og tökum oft spjall undir 4 augu eða yfir kaffibolla eða þú veist það getur verið bara einhver tíma yfir daginn menn koma og við ræðum eitthvað og það er alls ekki alltaf fótbolti sko. Bara alls ekki Þeim að leita til þín út af hinu ýmsum málum Já, bara hurðin er alltaf opinn og ég vil að sé þannig að menn viti allavega að þeir geti leita til manns og svo bara er það mismundi hvað mönnum finnst þægilegt að leita til þjálfarsins þú veist að yngri leikmenn kannski sérstaklega sem að það er svona ekki alveg búið að myndast svona kannski traustið að bara kemur tíma að þeir kannski eru síður í því en eftir því sem menn læra og átta sig á því hvernig það er að þá verður það meira og fyrir mér eru tengslin bara það mikilvægast í þessu og miklu mikilvægur og áhugaverðari en taktík eða gögn eða fótbolti sko. Þannig að já, ég held að svona hópurinn manneskjurnar persónuleikarnir er miklu meira atriði fyrir mér en allt annað. Sko, eitt sem ég velti oft fyrir mér að því að það er svo ríkt í starfi þjálfarans og auðvitað stjórnandans en alveg sérstaklega þjálfarans er hættan á meðvirkni að því að það er svo auðvelt í mómentinu að lofa öllu fögru þú ert kannski að reyna að sannfæra leikmann sem að vill fara á lán eða leikmann sem er að koma í lið og lofar öllu fögru, gull og grænum skóum sem er síðan kannski erfitt að standa við og býtur þið setna mér eða bara ekki vegna þess að þú vilt tæla inn heldur bara að það er erfitt að segja nei. Er þetta eitthvað sem að er þér eðlislegt að gera, koma hreint og beint fram eða er þetta eitthvað sem að þurft að vinna í eða þessi samskipti við ég held bara bæði og ég held að komi svona nokkuð eðlislegt en það er líka kannski bara eftir í hvernig maður hefur svona þróast og þroskast og ég, þú veist, tilengja mjög snemma allir með bara að segja satt, þú veist, og það var já, bara tiltölulega ungur þannig og líka ekki, en ég hef alveg lofað upp í erminn á mér, en það er mjög lítil atriði og ég get tala á fingurum annar handar, þannig að og það er bara algjört, bara risa atrið fyrir mér að lofa ekki en svo stundum er maður búin að taka ákvörðun eitthvað og ég hef látið mann vita og snemma bara í vetur og svo bara breytast forsendur og þá svíkum maður lofvörð þannig að ég þú veist, lofvörð er ekki issue fyrir mér, ég er bara ekki þar hvort sem að þú veist, ef við erum að fá leikmann og ef hann þarf á því að halda að fá lofurðum eitthvað þá verður þetta aldrei rétt í staðurum fyrir hann að koma og vera að vinna með mér þannig að og þá ekkert issue ef að hann fær sömu skilabóð og allir aðrir að bara þurfa að standa sig í samkeppni en við kannski tengi freka við bara svona finnst mjög erfitt að skilja leikmenn eftir utan hóps og það pirrar mig að því að fyrir mér ég vil búið til umhverfið þar sem að ekkert mála að vera fyrir utan hóp og þannig en ég veit alveg það allir í þessu fyrir mómentið leikurinn á morgun eða í dag og þannig að ég, við erum með stóran hóp og ég vil öllum það allra besta alla daga þannig að það er alltaf erfitt en alveg eins og þeir þurfa bara að halda áfram og bara vera tilbúinir í bara þá erfileika að þá þarf ég að vera það líka þannig að maður þarf maður hugsar út í þetta og pælir í þessu og reynir að koma vel fram og hreint og gera þetta vel. Mjög gott. Úr eini allt annað Nökkvi Egil spyr
Hver er öflugast í kotleikmaður Stjörnunar? Ég þekki ekki nógu vel sko. Ég held að sá sem var örugglega öflugast í kotleikmaður bæði Augnablik og Stjörnu og Þorbergur Þór Steinarsson en ég þekki ekki nógu vel hvernig eru þeir sem eru núna. Ég á svona aðeins eftir að taka púlsinn á því. Já. Ert þú liðtækur þar eða? Ég held ég sé svona að verða liðtækur sko. Og það er kannski annað sem að ég hafði ekkert spilað, aldrei spilað neitt nema bara eitthvað FIFA eða PS back in the day sko. En í COVID keypti ég með PlayStation 12 og fór að spila Call of Duty, þannig að ég svona hef alveg eitt góðum tíma þar líka. Já, gott að finna einhvers stað til að geta aðeins slögt á sér. Sérréttur í eldhúsinu? Hvað segir ég? Sérréttur í eldhúsinu? Nautalundin er sterk. Ertu með kjötidæmælin á henni eða? Já, ég er það. Já. Ég er ekki með ég er ekki með betri tilfinningu en mælinni sko. Þannig að ég leyfi honum að ráða ferðinni þar. Svo myndi ég örugglega segja líka lax og pizza sko. Ég fer alveg svolítið djúpt í pizzunum líka, þá vil maður vera með eigið súrdeg og matla sósuna frá grunni og gera þetta svolítið vel. Þannig að ég myndi segja þetta þrennt. Já, við erum aðeins að kafi þetta, við byrjum á sósunni. Ertu bara með tómat og salt, San Marzano, eða ertu með nokkur hráefni þarna? Sko, ég held að eins og flestar góðar sósur þá byrja maður á að steikja upp úr mikillu olíu, hvítlauk og chili. Laglegt. Og svo erum við með svona heila tómata í dós sem við stöppum saman og mismundi hvað maður setur út í, skilur. Stundum setur maður parmesanost eða salt, pipar kannski og en olía skiptir líka svolítið miklu máli. Ertu með 500 gráður á ofnunum eða? Já. Hvað ertu að vinna með þar? Grillið eða? Nei, við erum þetta komið með við keyptum opn frá ProGastro sem er heldur öflugur. Sem er, leirtu mig eða vilt sem það er iðnar matvælafyrirtæki, þeir eru ekki með standard opnaði það nokkuð? Jó, ég held það, ég held ég séu með það líka. Þetta er góður og skemmtilegur opn og svona færir þetta upp á næsta level. Hvað setur á pizzuna hérna? Sko, ef maður gerir góða pizzu sjálfur þá er margarita alveg nóg. Ef að hráefnin eru þeim betri, þá viltu að hafa basilikun á líka og bara hreinan mozzarella, en annars seti ég einhvers konar pepperoni og ég er frekar einfaldur þar sko. Já. Ég vil langar svo að fá jökul einhvern tímann aftur og allt annað fótbolta sko. Vinna bikarinn að vera í 7. sæti eða öðru sæti í deild og bikar, spyr Birgir Ari. Eða bikar og 7. sæti eða bikar og annað sæti? Nei, eða annað sæti í deild og bikar. Þannig að þetta spyrja hvort að eitt gott gull sé betri en 2 silfur. Já, annað sæti í bikarnu líka. Sko, þetta er, ef við tökum bara lógíkina, þá gefur bikarmeistaratitil í ár Europa League sæti. Þannig að þá er þetta spurning sko, ef að það er að sjórum eftir, þá séum við bikarmeistaratitil, en þá er mjög sennilegt að við verðum ekki betri og ég ætti erfitt með að setja mig það. Og það að taka annarsæti frekar er eitthvað sem að ég held að sé líklegri til þess að vera niðurstaða þar sem að við verðum töluvert betri en hitt. Ég myndi taka það frekar. Skemmtilegt. Þá eru komnir að Ég ætlaði bara að fá eina loka fyrir hraðspurningar sem eru erfið 5 set bestu leikmenn sem þú spila með. Í fljótu bræði þá myndi ég taka Veigar Páll og Alfreð. Veigar Páll var rosalegu 2023, eiginlega unplayable. Ég held hann ekki að vera valinn bestur sem er gjössalega glórulust. Þannig að tökum þá í sóknina. Við förum markið. Sennilega myndi ég vera með Stjána Finnboga. Hann var svakalegur, hann líka
það verið gaman að sjá Stjána Finnboga í nútíma fótbolta sko, á gervigrassi, þú veist, þó að útspörkin hans hafi oft verið, þú veist, það var oft snjór á boltanum þegar hann kom niður, en í dag, þú veist, hann gat fleittunum út á kantana og mikill íþróttamæður. Hann var á vítunum eða ekki á tímabili, hann allavega á gróttunni þegar hann skiptið þá. Já, örugglega meira í gróttunni sko, og hann var mikill íþróttamæður og hreyfði sig öðruvísi en markmenn, ekki dósið á Árni, Árni hreyfði sig eins og útileikmaður. Þannig að hann var í markinu. Og hvað eigum við eftir? 3 leikmenn? 2, heila. Ef þú ætlar að hafa, já, meitt markmann, já, þú ræður. Já, 2 leikmenn, já, við erum komin með 2 í sókn og 2 í vörn. Eða 1 í vörn og 1 í miði. Já, ég ætla að setja Móða í þarna, sko. Já. Hann var, þú veist, að koma í meistralokk og vera með honum, hann var hann var svolítið á stýripennunum á manni sko. Já. Var hann að öskra á þig eða? Hann var bara að hjálpa. Þú veist, maður var að elda eitthvað gæja og hann sagði bara tæklaði og tæklaði maður bara boltan, þú veist. Bara hann hjálpaði helviti mikið, hann stýriði og gaman að spila með honum, þannig að ég myndi setja hann. Miðjumann, alveg margir sem kvöld greina. Spurning hvað maður tekur sko. Viktor Bjarki var frábær í Víking sko, alveg bestur í Breiðablik frábærir Gummi Kristjáns, Finnur Orri Finnur var rosalegur á þessum tíma sko. Og því seti ekki bara Finn Orra. Já, sammála því. Mjög gott, þá erum við bara að detta í hraðaspurningarnar sem jafnframt síðasti liður þáttarins, búið að vera virkilega skemmtilegt og það í boði Subway, stjörnumáltíð, fjölskyldu tilboð, barnabox eða kókur. Sæll. Bræðingarnir, þeir eru rosalegir. Já, þeir eru önrýl. Já, þarna ertu að vinna með mozzarella ostin sko, sem að eitt sem ég átti mjög erfitt með Subway, að því að verðið verið alltaf verið gott og hráefni nokkuð ferst bara sérstaklega með útlönd fáránlega gott á hagstæðu verði. Ég átti alltaf erfitt með ostin sko, því hann var ekki að bráðna. Þú settir hann í grillið þarna í 30 sekundur og bráðnaði ekki. En með tilkomu bræðingarna sem að heita auðvitað sama nafni og bátur á matseli, þá skiptir yfir í MS. Rétt. Og osturinn bráðna svo vel. Það var leikbreytir. Já, bara algjör leikbreytir. Og svo það auðvitað Kemi og varaveikunar hjá Kemi skrall leiklasettið, 8-9. Skrall leiklasett? 8-19 millimetrarnir, 12 stykki. Það verið að gefa það á 34.997 krónur. Næs að geta verið með alla leiklana í skrall leiklasett. Rosalt. Áttu skrall leiklasett, Jökull? Nei, ég á það ekki. Þú ert að fara á morgun og kaupa það? Það mjög líklegt. Eina sem ég keypt frá Kemi eru músagildrur. Já. Ég veit að það má ekki segja það en keypti nokkra þar. Og svínvirkaði það ekki? Já, bara engar mjög. Nei. Það er ekki að spyrja því. Það kom við að hraða spurningunum. Látum okkur sjá. Eitt þjálfari í bestu deildinni til að fá sér einn ískalda eftir leik með. Já, ég hef mikla mætur á Rúnari Kristins. Ég myndi örugglega segja hann. Já. Pælur í því hvernig þú ert klæddur á hliðarlínunni? Ekki margir sem myndi að halda því fram sko, en ég pæli samt að líði. Ég pæli í því að vera í íþróttagallanum og vera svolítið svona, þú veist, bara með strákunum í þessu, þú veist, vera bara í æfingagallanum og vera, já, þannig að ég pæla alveg í því, þú veist, en þetta er ekki flókið. Hvenær ertu næst að fara með bílinn í skoðun? Ég hef ekki hugmynd. Ég er á bíllegubílum sko, þannig að já, ég fæ bara e-mail. Já, mér finnst það ekki þægilegt. Nei, það er ekki færið til frumir. Það er ekki allra. Ég myndi samt tjekka á honum sko. Besti og lélegasti leikur sem þú þjálfað út frá þjálfarsjónarmiðum, tactical masterpiece og tactical failure. Já, mér fannst mjög skemmtilegu leikur hérna á Kópavogsvelli 23, það var 1-1 leikur. Það var ekki síðasti leikur í sögunum, það var 1-1, það var bara svona breyttum gameplan í hálfleik og var mjög áhugavert. Það var náttúrulega ekki skemmtilegt.
lélegasti leikur örugglega bara leikur á móti Víkingi fyrra sem við töpum 4-0 og ég held bara Víkingar hefur örugglega átt skilja að vinna töluvert stærra sko. Þannig að það voru nokkur leikið þar á því tímabili sem voru heldur slækir. Veit maður eftir þannig leik bara það er líklega ekki eitthvað eitt sem klikkaði, það er eitthvað miklu meira en það, eða er þetta keðjuverkandi eða hvernig er það? Já, það var svo margt búið að ganga og það var aldrei það sama sem að var að klikka og þegar það eru mismunandi hlutir og það er eitthvað sem klikkar og þú lagar og svo klikkar eitthvað annað og þú lagar það en það heldur alltaf annað áfram að klikka, það er alltaf sama sem er að klikka og það er svolítið löguðu bara hugafæri og það var eina sem að vantaði og eftir það voru við lagi. Einn drauma bílavarahlutur frá Kemi. Það er eitthvað líklega sett örugglega. Til að geta gert í bílinn, já. Hérstu með Víking í Evrópuæfintunni þeirra? Ef þú segir alveg satt. Ef ég segir alveg svo að þá eiginlega allan tíma hélt ég ekkert með þeim en ég fann alveg að ég hélt svolítið með þeim móti Panathinaikos. Já. Og auðvitað vill maður ekki að neitt lið svona nái að búa til eitthvað dænasti og verða svona ósamkeppnishæft það langar enga ég held að langi enga nema það lið að fá eitthvað eins og þegar Norman fengur Rosenborg í 12 ár þannig að ef ég hugsa þetta út frá einhverjum rökum þá hugsa ég að hvort það þurfa endilega að komast alla leið eitthvað þannig en ég fann samt að svona tilfinningarlega þá var ég svona aðeins að halda með það var að gera vel og gaman að sjá hvað það voru að gera og mér fannst líka bara Panathinaikos og leiðilegir og hugmyndasnöðir og svona að það var mjög erfið og mjög auðvelt að líka bara að halda með Víkingum gegn þeim sko þannig að í því envið þá fann ég alveg svona smá pepp með þeim. Já. KR eða KVF? Já, náttúrulega æskuvinnir stofnuðu KVF þannig að gera upp á milli. Já, það er erfitt að gera upp á milli sko. Ég hugsi segi samt KR, maður ólst þar upp. Uppáhalds Subway bátur? BMT. Ég er ekkert mikið í Subway samt sko, en börnin elska þetta og þegar maður fer með þeim þá fær maður sér BMT. Ég verð að koma inn að hraða innan næst í hraða það var mikið það var nú eitthvað orðrúmur það að þú verður að fara að taka við KR-liðinu, var það einhvern tímann raunverulegu möguleiki? Nei það er einfalt svar alveg svo ég var lojal með augnablik að þá er ég mjög lojal því sem ég er að gera núna og ég veit ekki einu svona hvað þyrfti til þess að ég myndi fara að pæla í einhverju öðru sko. þannig að það er ekkert ég bara er að elska það sem ég er að gera og hef fengið rosalega mikið traust og mikið stöðning og mikla hjálp frá öllum í félaginu og svona mínum yfirmönnum og líka bara mikið frelsi þannig að bara ég er þar núna. Já, manst ekki eftir þessu að tala Jöllarn og Dóra Átna saman sko? Ég man eftir þessu, ég man bara hugsa já takk, please ekki séns. Nei, það kom fyrir ekki. Uppáhalds staður í heiminum? Aðalvík, Hótstrandir. Já, herru, ég fóð mér Hafni einu sem þangað. Góður staður. Á Vestfjörðum. Túra tógara eða strandveiðibáti? Ég held ég er ekki sterkur að sjó sko. Nei. Þannig að bara þeir sem fara á styttri túr það er ekki bara einhver strandveiðibáti. Já. Besti þjálfari í sögu Íslands? Já, akkurat núna hefur ekki Gauji svona náð besta árangurinnum og þannig en ég held við gætum alveg séð einhverja að challengea það á næstu árum þannig að ég held að það getur alveg breyst, það eru margir að gera áhugaðar hluti, Arnar hefur gert frábæra hluti, Freyr er komin í ekkert eðlilega spennandi starf og hefur gert alveg ótrúlega vel úti, mjög spenntur fyrir því sem hann er að gera þannig að og svo er þetta fleiri þannig
ég held að Gauji kannski stutt að augljósa svarið en verður gaman að sjá hvað við segjum eftir 10 ár. Algjörlega uppbóls kaffibólli sem myndi panta þér á te og kaffi eða annars staðar? Sko, ef ég veit að bönnar er góðar, þá fer ég espresso. Já. En ef ég er í einhverjum vafa þá læti ég á þeita smá mjólk út í, þannig að það er annað cortado eða cappuccino. Já. Kaffi eða síkó? Það er kaffi. Já, það er bara loka spurning kvöldsins, þetta búið að vera frábært. Jökull Elísabetsson, eitt ráð til ungra þjálfara sem vilja ná í að langt og þú búin að ná? Já, ég held að það væri bara að fara all in og líka bara stúdera og hafa sambandi fólk og reyna að læra af öllum, vera opnir fyrir nýjungum og vera tilbúin að leggja mikið á sig en ég held þetta sko vera opin fyrir nýjungum og að læra af öðrum, þú veist, hvort sem það eru leikmennir, sama hvað flokkur það er, fólki í kringu þig, þú veist, þátturinn sem þú ert að horfa á eða hvað, þú veist, bara vera opin fyrir því sem að getur hjálpað. Þannig að og þó ég ger ekki nóg mikið sjálfur, þá myndi ég örugglega segja líka lesa bækur og það þarf ekki að vera um þjálfun, bara lesa bækur. Já. Jökull Elísabetsson, takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna og gangiði vel í sumar. Takk fyrir. Takk.